Jæja, góðir gestir, gott kvöld og velkomin á þennan borgarafund í Háskólabíó. Ég heiti Gunnar Sigurðsson og ég leikstjóri og verkefnastjóri hjá MSÍs líka. Ég vil bjóða ykkur hjartalega velkomin á þennan fund og það æðislega gaman að sjá alla þennan fjölda fólk sem ætlar að láta til sín taka núna á þessu landi okkar sem að mæta mjög erfiðum tímum. Og ég ætla að byrja á því á þessum fundi að biðja ykkur það að klappa hérna fyrir þeim úr ríkisstjórninni sem eru mættir hérna til að bjóða þá sérstaklega velkomna. Svo ætla ég að biðja ykkur að klappa fyrir alþingismönnunum sem eru konir hérna líka til að heimsækja ykkur. Og svo ætla ég að biðja ykkur bara það að átt ykkur á því að þessi fundur ekki svona til þess að vera með einar upphrópanir eða læti. Við erum hérna til þess að tala saman. Við erum ekki bara mótmælendur, við erum viðmælendur og við ætlum að ræða málin í kvöld. Og ég býð hjartalega velkomna þá áhorfendur sem eru að horfa á sjónvarpi núna og það virkilega gaman að vita til þess að sjónvarpi skuli notast í þetta. Ég ætla að biðja ykkur að hérna skal ég segja ykkur slökk á GSM símónum ykkar. Það ágætt svona byrjun alltaf á svona fermingavislum. Slökk á GSM símónum og ég ætla að minna ykkur á það hvernig þetta virkar hjá okkur. Þetta borgarafundur þar sem við tökum til máls og hér á eftir verða 4 mikrofónar á ferð salinn og þeir velja sjálfur sér viðmælendur til þess að koma með spurningar og fólk fær stuttan tíma, það fær 2 mínútur í mestalagi til þess að tala en ég ætla samt að byrja að fólk að nota eins lítið tíma og hægt til þess að koma með spurningar, vera gagnnort, málefnalegt, kurteist og skemmtilegt og það má alveg komið leiðilega spurningar samt sko. En ég ætla að minna það og ég ætla að minna það að þetta ekki til þess að vera með pólitískar yfirlýsingar eða eitthvað áróður fyrir einhvern flokk eða það hvort við ætlum að ganga í hvalveiði samtökin í Japan eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara til þess að spurja og reyna að fá svör og til þess að reyna að upplýsa okkur það sem að gerast á Íslandi akkurat á þessari stundu. Fyrst þá koma til tals hjá okkur svona frummælendur. Þeir hafa cirka 57 mínútur hver. Þeir koma bara hver á fætur öðrum og ég kynni þá bara hvern fyrir sig og eftir, leyfa þeir mæta. En þeir eru allavega 4, síðan verður orðið gefið hér út í sal og þá koma einhverjar spurningar og þá fá þessi ágætu ráðherrar og stjórnarmenn tíma til að svara og þannig að ég ætla að biðja ykkur þegar ég spurði spurningana að ákveða hvernig ætlið að spyrja og nefna hann með nafni og nefna ykkar nafn fyrst og svo var þann sem ætlið að spyrja og vísa spurningunni til einhvers og þessir ágætu herrar og konur þeir fá ekki meir en 2 mínútur til þess að svara spurningunum ykkar. Þá glímur svona bjalla, má ég heyri þessari bjöllu hérna? Jájá, þetta svona kúarbjalla. Þetta miklu flottari bjalla en þeir eru með Alþingi allavega. En ég ætla að byrja á því svona að segja ykkur þetta og ég ætla að minna fólk á kurteisin og allt þetta og við ljúkum þessu fundi 4 mínútur fyrir 10 á staðartíma til þess að rýma fyrir fréttum í sjónvarpinu og ég ætla bara að ítreka enn aftur, engar upprópanir, það engin flokkapólitík, við erum hafin yfir hana í dag og við erum hérna til þess að fá upplýsingar og allt. Ég ætla örlítið að minnast á það sem var svona kannski það sem kemur mér til þess að standa hérna fyrir framan ykkur og hafa staðið í því einn af mörgum að skipuleggja þennan fund og ég ætla að biðja ykkur núna sérstaklega að klappa fyrir fólkinu sem búið að standa að þessu. Það eru það bil 20-30 mann sem að koma að skipuleggingu þessa fundar. Þetta allt gert í sjálfboðavinnu. Gæsla.is hér algjörlega gæslu frítt fyrir okkur. Það enginn að taka neitt fyrir þetta. Og þannig að við þurfum auðvitað að greiða leigu fyrir hús og svona eins og eðlilegt Og þar alveg höfum við haft svona fötur í gangi sem að fólk hefur vinsamlegast beðið að gefa gaum. Ástæðan fyrir því að ég í þessu það að ég búinn að fá nóg af þessum stjórnarháttum að mér finnst. Ég búinn að fá nóg af því hvernig komið fyrir okkur á Íslandi. Og ég vil fara að sjá hérna svona opið og lýðræðislegt umhverfi. Ég vil fara að sjá svona hluti upp á borðunum. Ég búinn að vera að reyna að spá í það hvað hafi gerst og af hverju gerðist það og hvers vegna gerðist þetta og allt svoleiðis. Og ég bara fæ engan botn í það. Og menn segjast vera voða opnir og vera alltaf að upplýsa mig og ég bara skil ekki orðið sem að segja. Þeir kannski tala eitthvað allt annað tungumál en ég.
En ég ætla að benda ykkur á það að ég á eftir nokkra mánuði í 50 og ég er búinn að lifa hérna á þessu landi, meira og minna, fyrir utan 3 ár sem ég var erlendis að læra. Og ég sem hélt 20 að ég er aldrei gamall, hvað þá 50 ára. En svona á lífið það bara kemur, maður bara vaknar og sofnar og allt þetta og svo hittir maður konu og missir konu og hittir aðra konu og þetta verður allt tónvillisa. Og maður er bara svona venjulegu maður, maður gerir mistök og maður er sorgmætur og maður er glaður og maður hlægir og grætur og allt þetta. En á þessum 50 árum hefur eitt einkennt líf mitt svolítið merkilega. Það er þetta, þessi svo kallaða svona hönd sem að menn tala alltaf um. Þessi svona bláa hönd eða græna eða gula eða hvað ég vilja kalla hana. Að á þessum 50 árum þá er svona búið að vera svona alltaf í loftinu svona alls konar hótanir í mínu lífi. Það er að segja sko, einu sinni þegar ég var lítill þá voru menn alltaf að tala um að það kemi kjarnorkustyrjöld. Maður var alltaf logandi hræddur þegar maður fór að sofa á kvöldin að það væri bara kjarnorkustyrjöld nóttina og maður myndi bara ekkert vakna. Og manni var bent á það þá að maður, sko, þá yrðu Ameríkanarnir að vera hérna til þess að vernda okkur fyrir Rússunum, svo þeir kæmi ekki. Það búið að hóta manni því svo var maður fullorðinn og fór að vinna og þá var manni sagt að það var ekki hægt að hækka launum hans því að þá kæmi verðbólgan ógurlega, myndi éta allt upp og drepa allt niður. Síðan fór að koma kalt stríð og ennþá þurftum við að hafa Bandaríkjamennina hérna. Við þurftum að vera í NATO, við þurftum að fara í EFTA, við þurftum að fara í EES, við verðum að axla ábyrgð en það var ekki hægt að hækka laun, verðbólga, við verðum að spara til 11 ára, við setjum lög, allir spara, hjálp, við verðum að gefa allt frjáls, frelsi til athafna, annars hrynur allt, það kemur verðbólga, vísitala, byggingavísitala, verðtrygging. Þetta eru svona lögmálin miklu sem allt að drepa hérna á landi núna og ekkert er hægt að gera við nema bara að horfa á. Og svona er maður búinn að hlusta, það má ekki hækka laun því þá fer allt til andskotans, en það er ekkert mál að hækka laun þingmanna. Það er allt annar hópur fólks. Ég er bara búinn að kynna þessu, þetta er bara það sem ég hef séð. Síðan kemur þetta allt saman, svo fer maður að heyra þessi orð. Og ég get alveg skilið hvernig þeim leið þarna á miðöldum, þið munið eftir því í sögubókunum. Þá var manni bannað á miðöldum að lesa Biblíuna, maður geti misskilið hann eitthvað, sko. Þetta er alveg með öll trúnaðarmáli sem er í gangi hér á Íslandi í dag. Það má ekki segja manni þetta því að maður geti misskilið þetta. Þetta er nákvæmlega sama aðferð. Svo fer maður að heyra orð. Hlutabréf, jöfnunur, hlutabréf, Dow Jones, Nasdaq, Wall Street, Asia, markaði, hagfræði, viðskipti, fræði, vonafræði, snild, allir græða, bílar, þotur, þyrlur, kaupmáttur, flotti gaurar, töffarar, útrás, allir verða ríkir nema sumir að vísu. Og ég var því miður einn af þeim. Ég ætla bara að segja ykkur það. Þrátt fyrir allt þetta, allt þessi flottið sem maður er búinn að glimja á manni undanfarin ár í blöðum, út allt, þá hrundi þetta allt. Að vísu fóru kanarnir, en það gerist ekki neitt. Rússarnir, þeir kom aldrei, nema bara til þess að þykjast alltaf lána okkur pening. Og þá voru þeir bara að plata á Davíð Oddsson. Þeir voru ekkert að plata okkur. Ég veit ekkert hvað fólk ætlar að tala um, sko. Ég meina, EFTA, EES, verðbólga, jöfnur, þetta skiptir engu máli. Eina sem skiptir máli á þessum tímum er að vera ærlegur og heiðarlegur. Og ég verð að segja ykkur það að það þarf ekki sérstakan mann frá Noregi til þess að kenna einum eða neinum að tala við mig. Ég ætla ekki að hafa þessi inngangsormi lengri, ég geti verið hérna í allt kvöld, sko. En er ég athyglisjúkur, það er eðlisfæri, ég er bara sannur Íslendingur. Með þess að Össur segir ég sé skemmtilegur. Er hægt að vera skemmtilegri? En, ok, ég ætla að bjóða ykkur aftur velkomin, ég ætla að bjóða ykkur enn og aftur, höfum þetta málefnalegt, skemmtilegt, verum rökföst, ekki vera með upprópanir og munu það að við skulum reyna að passa blóðdekki, börnin okkar að horfa á okkur, sko. Við munið bara. Og ég ætla bara að kynna hérna til leiks og reyndar allir að segja eitt áður, svo ég tala bara yfirleitt frá hjartanu, ég er með nokkra punkta, svo tala ég bara frá hjartanu og hjartanu er mér rosalega stórt. Og hérna þannig að þegar ég fæ hjartaáfall, þá verður það rosalega mikið hjartaáfall. En það verður eitt smá uppábrot í þessum fundi. Hann heitir Einar Már Guðmundsson, rithöfundur sem kemur með örstutt inngripið inn í hann fund, svona miðjan fund. Og það er svona smá ádreipa frá okkur svona í þessum félagskap. En ég ætla að byrja á því að kynna bara fyrsta frumalandan sem er svo ágæti maður,
Þorvaldur Gylfason og hann hagfræðingur, hann tekur til máls núna, gjörið svo vel. Virðulegu ráðherrar og alþingismenn og góðir Íslendingar, nær og fjær. Stjórnmál og viðskipti eru óholl blanda. Íslenskt efnahagslíf var lengi gegnsýrt af stjórnmálum. Helmingaskipti voru reglan, kaups. Einkavæðingu banka og ríkisfyrirtækja var ætlað að uppræta þessa skipan. Markmið einkavæðingarinnar var að skerpa skilin milli stjórnmála og viðskipta til að dreifa valdi á fleiri og hæfari hendur. Ríkisstjórnin brást þessu ætlunarverki líkt og gerðist nokkrum árum fyrr í Rússlandi. Hún tók sjálfa sig fram yfir fólkið í landinu. Hún afhenti ríkisbankanamönnum sem voru handgengnir stjórnarflokkunum og höfðu enga reynslu af bankarekstri. Og í höndum þeirra uxu bankarnir landinu yfir höfuð á örfáum árum og vörpuðu með leynd þungum ábyrgðum á þjóðina. Seðlabankinn, ríkisstjórnin og fjármálaeftirlitið höfðust ekki að, stíflan brast. Seðlabankinn vanrækti að byggja upp gjaldeyrisvarasjóð til að vega á móti erlendri skammtímaskuldum að bankana og þrákeltni ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans fyrir hönd krónunnar í nafni sjálfstæðrar peningastjórnar hefur nú í reyndinni teflt fjárhagslegu sjálfstæði landsins í tvísýnu sinn. Seðlabankinn og ríkisstjórnin skiptust ekki einu sinni á nauðsynlegum upplýsingum í aðdraganda kreppunnar og halda áfram að elda grátt silfur. Ríkisstjórnina brestur þor til að skipta áhöfn í Seðlabankanum, þótt bankastjórnin hafi hvað eftir annað gert sig seka alvarleg mistök sem hafa ásamt öðru svert álit Íslands í útlöndum. Bankastjórnin vís til að eyða láninu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og öðrum í misráðna tilraun til að hífa gengi krónunnar upp fyrir eðlileg mörk í framhaldi af gengisfölsunarstefnu bankans undangengin ár. Bankastjórnin verður að víkja án frekari tafar. Fyrirhugaður flutningur fjármálaeftirlitsins aftur til Seðlabankans herðir enn á kröfunni að bankastjórnin víki. Það vekur von að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur krafist þess að fá að gera öryggisúttekt á Seðlabankann. Hrun bankakerfisins og veik viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hrapinu afhjúpa hyldjúpa bresti í innviðum íslensks samfélags. Þessar dauðadjúpu sprungur sem ættu að vera á allra vitorði hafa stjórnmálaöflin þó aldrei fengist til að viðurkenna, hvað þá heldur til að fylla. Upp af ófaranna má rekja til upptöku kvótakerfisins.
Það var þá að stjórnmálastéttin kom sér saman að afhenda útvegsmönnum ókeypis aðgang að sameignarauðlind þjóðarinnar. Þessi rangláta ákvörðun sem allir flokkar á þingi báru sameiginlega og sinnulausa ábyrgð á, skerti svo siðvitund stjórnmálastéttarinnar að þess gat ekki orðið langt að bíða að aðrar, jafnvel enn afdrifaríkari ákvarðanir, sama marki brenndar, sæju dagsins ljós. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur úrskurðað að kvótakerfið hefur leitt af sér mannréttindabrot, en ríkisstjórnin lætur sér samt ekki segjast. Ekki enn. Hví skyldu menn sem víluðu ekki fyrir sér að búa til nýja stétt auðmanna með ókeypis afhendingu aflakvóta í hendur fárra útvélanna hika við að hafa sama hátt á einkavæðingu banka og annarra ríkisfyrirtækja? Varaformaður Framsóknarflokksins auðgaðist svo á einkavæðingu Búnaðarbankans að hann gerði sér lítið fyrir og keypti þjóðarflugfélagið. Og hann lét skipa sjálfan sig seðlabankastjóra í millitíðinni, en hann hafði að vísu ekki efni á láglaunabaslinu þar og nema skammar hríð. Framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins gerðist 1 milljarða mæringur við einkavæðingu Landsbankans og enginn spurði neins, enda voru fjölmiðlarnir flestir komnir í eigu bankanna. Formaður Sjálfstæðisflokksins lét skipa sjálfan sig seðlabankastjóra og lét bankaráðið umsvifalaust hækka laun sín upp fyrir laun forseta Íslands með kveðju til Bessastaða. Áður hafði hann skammtað sér konungleg eftirlaun úr vasa almennings. Kvótakerfið varðaði veginn inn í sjálftökusamfélagið. Nú býst ríkisstjórnin sjálf til að rannsaka tildrög bankakreppunnar. Við þurfum enga hvítþvottarbók frá ríkisstjórninni. Betur færi á skipun erlendrar rannsóknarnefndar, eins konar sannleiks- og sáttanemndar, með erlendum sérfræðingum. Við þörfnumst slíkrar nefndar til að endurheimta traustið sem við þurfum að geta borið hvert til annars og traust umheimsins. Farsæl samfélagsþróun útheimtir að sagan sé rétt skráð og öllum hliðum hennar til haga haldið. Bankakreppa á Íslandi er ekki einkamál Íslendinga. Þrálátur orðrómur fjárböðun íslenskra banka fyrir rússneska auðmenn horfir nú öðruvísi við en áður. Íslendingar og umheimurinn þurfa að fá að vita hvort orðrómurinn á við rök að styðjast og hvað fór úrskeiðis. Aðrar þjóðir hljóta að þurfa að fá að læra af mistökum íslenskra banka og stjórnvalda, enda hafa þær ákveðið að rétta Íslandi hjálparhönd gegnum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Lýðræðisríki reisa trausta veggi milli framkvæmdarvalds, löggjafarvalds og dómsvalds. Þar er borin virðing fyrir þrískiptingu ríkisvaldsins, virðing fyrir valdmörkum og mótvægi. Þar eru reistar skorður gegn samþjöppun valds á of fáar hendur. Í þroskuðu lýðræðisríki gæti það ekki gerst.
að formaður stærsta stjórnmálaflokksins geti skipað sjálfan sig seðlabankastjóra án andmæla af hálfu annarra stjórnmálaflokka eða fjölmiðla. Við stöndum nú frammi fyrir fjárhagsvanda sem hefur hvolfst af miklum þunga yfir Ísland og mun ágerast á næsta ári. Stjórnvöld virtu að vettugi varnaðarorð úr ýmsum áttum. Mikill hluti þjóðarinnar hefur fylgst agndofa með rás atburðanna. Á vegum ríkisstjórnarinnar er nú unnið að endurskipulegningu bankanna undir tortryggilegum leyndarhjúp. Ákæruvaldið hefði átt að láta strax til skara skríða eftir hrunið, frekar en að boða mörgum vikum síðar til veiklulegrar athugunar á því hvort lög kunni að hafa verið brotin. Silagangur ríkisstjórnarinnar síðan bankarnir hrundu vekur ekki heldur traust. Eina færa leiðin til að endurreisa nauðsynlegt traust milli manna inn á við og álit Íslands út á við er að spúla dekkið. Stjórnmálastéttin hefur brugðist og þess vegna þarf hún helst að draga sig möglunarlaust í hlé, víkja fyrir nýju fólki og veita því frið til að leggja grunninn að endurreisn efnahagslífsins og réttarkerfisins með góðra manna hjálp utan úr heimi. Að lokum þetta, reynslan sýnir að bankahrun getur leitt af sér óstöðugt stjórnarfar og myndun öfgahópa sem bítast brakið, berja stríðsbumbur og ala á ótta við útlönd. Ég segi, sýnum stillingu, hlustum á allar raddir en hlýðum þó aðeins þeim sem boða undanbragðalaust uppgjör við liðna tíð og stefna á endurreisn íslensks efnahagslífs með hagkvæmni, réttlæti og lýðræði að leiðarljósi. Tökum undir með skáldinu Snorra Hjartarsyni. Ísland, í lyftum heitum höndum ver, ég heiður þinn og líf gegn trylltri öld. Í Guðs friði. Við þökkum Þorvaldi kærlega fyrir þetta og ef þið hafið, þetta eru kjósendur, ég ætla bara að benda ykkur á það ég glemdi nú alveg þessu háttvirtur ráðherra og allt þetta upphafi, en ég bara leiklistamenntaður, ég alltaf að segja ykkur það og það var ekki í handritinu, þannig að ég klikkaði á því, en þið tækir bara viljan fyrir verkið, góðir Íslendingar bara. Næsta
Næsti frumælandi mun vera Silja Bára Ómarsdóttir og hún alþjóðastjórnmálafræðingur. Gjörið svo vel, gefið henni kólla. Fundarstjóri, ágætu ráðherrar, góðu gestir. Þegar ég var 6 ára fór ég að læra að elda. Ég byrjaði á hafragraut, svo hrærði ég egg, fór að baka pönnukökur þegar ég var 8 ára. Mér finnst ofboðslega gaman að elda og jafn leiðilegt að vaska upp og ganga frá og fara út með ruslið. En smám saman þá lærði ég að þetta var eitthvað sem ég þurfti að gera vegna þess að ef ég ætlaði að fá að elda aftur, ef ég ætlaði að fá að leika mér í eldhúsinu og ef ég ætlaði að geta verið í eldhúsinu, þá varð að vera búið að taka til þar. Það varð að vera búið að fara út með ruslið vegna þess að annars var íldufílan ómöguleg. Það var ekki hægt að vera þarna inni. Þegar ég var lítil þá tóku foreldrar mínir ábyrgð á þessum stundum og fóru út með ruslið fyrir mig. Þau eru hætti. Og þegar ég fór að búa sjálf, þá lærði ég ofboðslega hratt að það þurfti að fara út með ruslið reglulega. Og ef ég var með stóra veislu, þá þarf ég að fara út með ruslið oftar. Það er í kosningalögum að það skuli kjósa á 4 ára millibili. En það stendur líka í kosningalögunum í sömu grein að þing megi rjúfa og þá skuli forseti kalla til kosninga og ákveða kjördaginn. Það er ekkert skilyrði að við þurfum að bíða í 2,5 ári viðbót eftir nýjum kosningum. Það er víð heim sem er kosið oftar en stendur í lögum. Það getur verið vegna þess að vantrauststillögur ná áfram að ganga. Það getur verið vegna þess að ríkisstjórnir verða óstarfhæfar og slíta sjálfar samstarfinu. Og sums staðar sitja ríkisstjórnir áfram þó það séu rúnar trausti. Þó að 70% þjóðarinnar segist ekki styðja hana. Þá situr hún áfram. Ráðherrar út allan heim segja af sér vegna afglappi í starfi. Kona keypti Toblerone á kreditkort ríkisins í Svíþjóð og sagði af sér. Í Danmörku sagði kona af sér vegna þess að maður hennar borgaði ekki reikninga. Íslenska bankakerfið er hrunið. Einhver fjölskyldumeðlimir flest okkar er að missa vinnuna. Skoðanakannanir sýna að stjórnin nýtur ekki trúnaðar. Þingmenn kvart yfir verkefnaleysi, upplýsingaskorti. Hvað með okkur sem erum ekki einu sinni inn á þingi? Hérna situr samt stjórnin sem fastast og segir sér til varnar að stjórnarandstaðan sé heldur ekki að stinga upp á neinum lausnum. Það hafa orðið hérna gífurlega breytingar á stuttum tíma. Meiri breytingar heldur en flest okkar hefði getað átt von á. Hlutir sem voru sjálfsagðir og óumdeildir er allt í einu óvissir. Hagvöxturinn er að hverfa, kreppan er að koma í staðinn. Íslenskan er að gefa umheiminum eitt enn alþjóðlegt orð. Saga, geysir, kreppa. Kaupmátturinn minnkar, atvinnuleysið eykst, fólk íhugar að flytja úr landi. Mamma mín, bróðir minn er að hugsa að yfirgefa landið. Ísland er allt í einu ekkert stórasta land í heimi. Útrásavíkingarnir voru ekkert klárari en viðskiptajöfrar af öðru þjóðerni. Og allt í einu eru svo miklar breytingar, svo umfangsmiklar, að við getum ekki haldið því fram að umboð sem við veittum fyrir 18 mánuðum sé ennþá gilt. Það sem hefur ekki breyst, allavega ekki enn,
er að á Íslandi býr harðduglegt fólk, fólk sem er ekki hrætt við að vinna, fólk sem er ekki hrætt við að leggja hart að sér. Þjóðin er líka vel menntuð. Hún býr yfir gífurlegri færni, gífurlegri reynslu, ofboðslega mikilli þekkingu. Samt kjósa stjórnvöld að upplýsa þjóðina ekki forsendur ákvarðana sinna og treysta henni ekki til að meta hvort þær ákvarðanir hafi verið réttar. Þekkingin, reynslan og færnin sem við búum yfir er ekki æskileg á þessu Íslandi. Böðvar Guðmundsson orti ljóð sem heitir Vögguvísa róttækrar móður. Í honum eru nokkrar línur sem ég langar að lesa. Þeir eiga glæstar hallir, þeir eiga lúxusbíl, þeir eiga meira en nóg til hnífs og skeiðar. Þeir kæfa okkur í táragasi og kalla okkur skríl. En við erum ekki skríl. Við erum ekki skríl. Stjórnvöld þurfa ekki að óttast okkur, okkur er treystandi til að kjósa. Íslendingar eru seinþreyttir til vandræða, ég held að við getum öll verið sammála það. Fæst okkar hafa mótmælt nokkru sinni áður ævina. En í 7 vikur hafa þúsundir manna safnast saman reglulega á Austurvelli. Mótmælin eru ennþá almennt friðsamleg. Það er ekkert sjálfgefið að þau séu það. Í öðrum löndum, fjöldamörgum öðrum ríkjum, þar sem sambærilegt ástand hefur gengið yfir, þá hefur þetta leitt til óeirða, til vopnaðra átaka og til borgarastyrjalda. Það hefur ekki gerst hérna, ekki enn. Fólk vill láta hlusta á sig, taka mark á sér. En ef friðsamleg mótmæli virka ekki, þá hætta þau að vera friðsamleg. Við erum farin að sjá vísbendingar það. Hrópin munu halda áfram að verða háværari, viðbrögð lögreglunnar verða grófari og þetta heldur áfram þar til brugðist við. Það heyrast nýjar raddir. Fólk sem við höfum ekki heyrt í áður farið að tjá sig opinberlega. Og eins og svo marga á bakvið þessar raddir, þá langar mig að sjá breytingar. Mér langar að sjá nýtt Ísland, betra Ísland. Mér langar í land þar sem ríkir jafnrétti, þar sem fjölbreytileiki er virtur, þar sem stjórnvöld kalla almenning ekki skríl fyrir að láta skoðanir sínar í ljós. Öll þessi virkni, öll þessi mótmæli, allar þessar hreyfingar sem eru sprett upp, hljóta að sýna að fólk er búið að fá nóg. Við viljum að stjórnvöld hlusti á okkur. Við viljum sjá að þau séu að hlusta. Við viljum fá viðbrögð. Við viljum sjá að þau séu tilbúin að taka þátt í því með okkur, að endurmóta þetta samfélag. Að byggja eitthvað nýtt úr rústunum. Að þau muni að þau vinna fyrir okkur. Stjórnvöld þurfa að taka þátt í þessar endurmótun. Þau þurfa að gera það sem þjóðin vill. Þau verða að gera það sem að fólk vill gera með hag fólksins að leiðarljósi. Við þurfum að hnoða nýtt deig, við þurfum að skipta kökunni upp á nýtt. Við þurfum að breyta og bæta. Við þurfum nýjan samfélagssáttmála sem byggir á jöfnuði, byggir á virðingu, byggir á gegnsæi, byggir á jafnrétti og byggir á þátttöku. Við erum öll farin að taka þátt. Við viljum að það sé tekið mark á okkur líka. Við viljum samfélag sem byggir á þróun, ekki bara vexti. Við viljum samfélag þar sem er leyfilegt að gagnrýna vegna þess að þannig lærum við. Kosningar eru hluti af gagnrýninni og við verðum að fá að kjósa.
Á nýja Íslandi, á betra Íslandi, þar verðum við að tryggja aðgang ólíkra hópa að ákvarðanatöku. Við þurfum að hlusta á konur jafnt og kalla. Við þurfum að hlusta á valdamenni hópa í samfélaginu. Við þurfum að tryggja að sjónarmið allra heyrist við ákvarðanatöku. Við þurfum að henda út kerfi sem virkar ekki. Við þurfum að setja reglur sem tryggja jafna stöðu, ekki bara jafnan rétt, jafn tækifæri. Og ef þetta er ekki gert, ef það er ekki brugðist við, þá halda mótmælin bara áfram að stigmagnast. Og við verðum að fá að kjósa. Ég hélt matarboð á laugardaginn. Ég er búin að vaska upp og ruslið allt komið út í tunnu. En stjórnvöld sitja sem fastast í sínu skítugu eldhúsi og það fer að lykta. Það þarf að taka til hendinni, það þarf að taka til og henda. Ef stjórnvöld ætla að halda áfram að elda, þá verða þau að sinna heimilistörfunum líka. Þau verða að fara út með ruslið áður en landið er farið að úldna. Við verðum að fá að kjósa. Við þökkum Silju kærlega fyrir þessa skeleggu ræðu og næsti maður á mælendaskrá heitir Benedikt Sigurðarson og hann kemur allarlega að norðan. Hann kemur á norðan. Hann er helvíti góður á norðan. Hann er framkvæmdastjóri. Yfir sjálfan sér held ég. Gjörðu svo vel. Hann er svolítið athyglisjúkur. Ráðherrar, alþingismenn, góðir Íslendingar, mig langar til að biðja ykkur að fara með mér í eldsnögga upprifjunarferð. Þegar verðbólgubrjálæðið var komið í hámark á Íslandi undir lok 8. áratugarins, þegar vextir voru lengri tíma neikvæðir, þá skapaði svo almenna tilfinning að það væri ranglátt að lántakendur þyrfti ekki að greiða raunvirði lána sína tilbaka. Sú tilfinning var bökkuð upp með sanngirnisrökum. Þú færð lánað og þú borgar tilbaka og örlitla hóflega vexti. Menn sögðu að það mætti ekki brenna sparifé gamla fólksins upp í verðbólgunni. Það var auðvitað satt. Enginn brást við með því að segja, jú víst brennum peningana þeirra af og ömmu upp. Auðvitað ekki. Lánskjaravísitalan var fundin upp sem eitt endemist snilldarbragð og fest í lögum 1979 þannig að hún verðtryggði íbúðalán og námslán þar með almennt. Á sama tíma fullvissuðu forsvarsmenn almennings og launafólksins að réttlæti sér í gætt þar sem launaþróun í launavísitölunni myndi fylgja eftir verðtryggingu lána. Formælendurnir sögðu meira að segja að með vísan til stöðugleika í þróuðum löndum eins og í Sviss þá myndu raunvextir verðtryggða lána á Íslandi aldrei vera yfir 1–2%. Munið þið ekki eftir þessu? Þrátt fyrir efasemdir þá var engin vörn í málinu, enda vorum við á leiðinni inn í margumræddan stöðugleika. Munið ekki til því. Og hve oft hefum við ekki heyrt þetta töfra orð, stöðugleiki. En árið 1982–4 var verðbólgan meiri en áður hafði þekkst og í kosningum var skipt ríkisstjórn og eitt af hennar fyrstu verkum var að aftengja launavísitöluna og frysta launa alls almennings. Lánskjaravísitalan mældi hins vegar óhindrað og höfuðstóll íbúðalána og námslána tvöfaldaðist á undraskömmum tíma. Það er jafnvel til fólk ennþá sem mann eftir þessu. Mánaðargreiðsla hjá skuldsettum fjölskyldum óx að sama skapi. Það var stofnað til andós. Sumir tóku þátt í sigtungshópnum húsnæðismál sem barðist fyrir réttindum skuldsettra fórnarlamba lánskjaravísitölunnar. Búseti og húsnæðissamvinnufélögin urðu til og fengu loksins starfsleyfi 1988. Skuldugum sem átti í vanskilum var hjálpað í einhverjum tilvikum, en öðrum var neitað viðbótar lán vegna skorts á vanskilum. Munið eftir því. Fullt af fólki barðist áfram, aðrir gáfust upp, sumir flúðu land. Ástandið núna er kannski ekkert ósvipað, bara miklu verra. Og það eru margfalt fleiri sem eru í þeim sporum að vera með verðtryggðar náskuldir og verðtryggð íbúðalán. Og auk þess eru margir með erlend lán og hrynjandi gengi. Þau úrræði sem við þurfum nú að kalla fram til varnar fjölskyldum verða að virða kröfunum jafnræði milli þeirra sem skulda og hinna sem halda í skilum. Milli þeirra sem skulda mikið og hinna sem skulda minna.
Með lögværinni verðtryggingu á lánum áhættun af lánaviðskiptum ójafnt deilt á milli skuldara og skuldareigenda og sérstaklega í ástandi eins og nú er. Skuldarinn tekur alla áhættuna sín megin og setur þess vegna allar eignir sínar að veði langan tíma. Verðtryggingarvísitalan í eðli sínu, þessi vítisvél andskotans, engin rökréttur mælikvarði á virði húsnæðislána eða námslána, af því hún metur kostnaðarhækkanir en ekki verðmæti. Það hollt fyrir okkur sem eldri erum að rifja upp reynsluna frá árunum 79 til 84 og útskýra fyrir unga fólkinu afleiðingar af þeim ósköpum sem margir hafa ekki ennþá náð sér af. Við höfum reynslu af slísalegri framkvæmd þar sem ríkisvaldi beitti handafli til að mismuna skuldurum og skuldareigundum, flutti meira og minna alla áhættu efnahagsþrenginganna 1983 með tvöföldum þunga í íbúð og kaupendur og þá sem höfðu línloki námi. Eitt af því sem skiptir þess vegna máli að umtöluð leiðrétting á eignaverði sem þýðir á mannamáli hrun á fasteignaverði. Hrun á gengi íslenska krónunar með fyrirséðri verðbólguskriðu að þetta hrun verði ekki látið flytja yfir þunga af verðtryggðum húsnæðislánum yfir á fjölskyldur sem hafa skuldsett sig hóflega. Að óbreyttu flytur verðtryggingin beinlínis tvöfaldan þunga af falli krónunar yfir þá sem skulda í húsnæði. Umrædd kreppuleiðrétting eða verðleiðrétting íbúðarhúsnæðis nær þannig ekki markaðslegum tilgangi sínum með því að skuldararnir fái stórlega þyngdar byrðar en fjármálastofnanir og fjármagnseigendur hafnist. Þannig jafnræði algerlega fyrir borð borið. En það til lausn á þessu vandamáli. Fyrsta skrefið til að koma í veg fyrir að þetta gerist sem ég nefndi hér á undan að frysta vísitölumælingu Hagstofunnar með lögum. Frysta vísitölu neysluverð til verðtryggingar við gildi hennar til dæmis 1. september 2008 eða jafnvel eitthvert eldra gildi og festa viðmiðun verðtryggða pappíra yfir ákveðið tímabil eða þar til við komumst yfir stærstu verðbólguskriðuna sem leiða mun af þeirri háskatilraun sem þegar hefur verið ákveðin og felst í svokallaðri fleytingu krónunar. Allir spá því að fleyting krónunar kalli fram jafnvel 30–50% gengisfellingu til viðbótar og það ekki ljóst hversu fljótt slíkt hrun gjaldmiðilsins gengur tilbaka eða yfirleitt hvort þetta gengisfall gengur nokkur tíma tilbaka. Kannski erum við komin í svo slæmt hrun efnahagskerfisins að við munum á endanum neyðast til að fara í gegnum einhverja tegund af skuldaskilum með lagasetningu. Þeim mun meira ástæður til að grípa til frystingar sem bráðabirgðaúrræðis. Það liggur fyrir að ríkisstjórnin hefur beint að minnsta kosti 200 milljörðum til að koma í veg fyrir hugsanlegan skaða fjármagnseigenda í peningamarkaðsreikningum föllnu bankanna. Ríkisstjórnin hefur lofað að koma í veg fyrir tjón innistæðueigenda í einkavæddu bankunum á Íslandi. Það gert gagnvart þeim sem eiga peninga. Flogið hefur fyrir að ríkisstjórnin beindi 11 milljörðum yfir í sjóð númer 9 hjá Glitni að því helst virðist til að firra einn stjórnmálamann öðrum fremur niðurlægingu. Að vísu eru innistæðueigendur í peningamarkaðsreikningum sparisjóðina og annarra verðbréfafyrirtækjanna ekki að njóta þeirra rausnarlegu framlaga ríkisvaldsins og þar enn verið að ögra jafnræði. Ríkisstjórnin hefur sett óþægilegan forgang á fjármagnseigendur. Frjálshyggjan rak ótrúlegan áróður gegn Íbúðalánasjóði árabil. Allt frá þeim tíma þegar Davíð, Geir, Halldór, Valgerður færðu einkavinum sínum ríkisbankana. Viðskiptaráð Íslands og fleiri samtök í viðskiptalífi hafi því miður rekið ótrúlega síbylju gegn opinberum rekstri á Íbúðalánasjóði og það ætti að vera mikilvægur þáttur í rannsókn og orsökum og afleiðingum hruns fjármálakerfisins á Íslandi. Núna heyrum við að Íbúðalánasjóður hafi mögulega tapað einum 10 eða 15 milljörðum á fjárvörslu hjá einkavæddum banka. Og á sama tíma telur ríkisstjórnin og verkalýðsforystan sig hafa komist að þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að leggja verðtrygginguna til hliðar, hvorki tíman né varanlega. Slíkt myndi setja fjárhagslega afkomu lífeyrissjóðanna og rekstrarlega stöðu Íbúðalánasjóðs og bankakerfið í uppnám. Hægt að koma því í meira uppnám annars? Ég segi þvert á móti.
Ríkisstjórn sem beinir 11 milljörðum inn í sjóði gjaldþrota Glitnis, ríkisstjórn sem ráðstafar 11 milljörðum til að lágmarka tjón fjármagnseigandi í einkareknum bönkum og semur 100 milljarða byrðar til að bjarga innistæðum í erlendum útibúum. Sú ríkisstjórn getur ekki verið í vandræðum með að leggja skitna 20 eða 30 milljarða inn í Íbúðalánasjóð og gera honum þannig betur kleift á að takast á við það risaverkefni sem framundan við að leysa til sjóðsins húsnæði sem komið í rekstrarþrot. Stærsta ógnin við lífeyrissjóðina til næstu framtíðar og fyrir endurreist peningakerfis á Íslandi nefnilega sú hætta að fólkið hættir að borga. Ef fólk missir vinnu, þá getur það ekki borgað. Ef íbúðalán fá að hækka með óskertri vísitölumælingu, þá kann hópur fólks að komast að þeirri niðurstöðu að það sé ekki ómaksins vert að taka á sig drápsklyfjarnar. Menn hætta að borga og flytja úr landi ef þeir eiga þess kost. Komi til þess, þá munu lífeyrissjóðirnir lenda í vandræðum, þá kemst Íbúðalánasjóður í vanda og þá verður engin leið að byggja hér upp fjármálakerfi byggt á íslenskri krónu. Það þess vegna óásættanlegt að vísa frá sér möguleika á einhliða upptöku evru ef þess skyldi vera kostur. Auðvitað eiga menn að komast út úr sér íslenskri verðtryggingu og hafna sér íslensku ranglæti og þrældómi. Eldri kynslóðin sem hefur komist þokkalega vel af, jafnvel fengið óverðtryggð íbúðalán á sínum tíma, fengið ríkisstyrk til hlutabréfakaupa og sér fram á þokkalegar greiðslur úr lífeyrissjóðum og séreignarsjóðum, hún hefur efni á því að leggja að mörkum. Ég hef leyft mér að nefna hugtakið frekjukynslóðina til að lýsa ákveðnum hópi fólks sem komin yfir miðjan aldur, ekki vegna þess að þetta sé svo slæmt fólk, heldur vegna þess að sumir af þeim hafa tileinkað sér viðhorf sem býsna sjálfselst og reiknar með því að menn hafi allt sitt á þurru. En munum að verðtryggingin ekki náttúrulögmál. Munum að hún mannanna verk og það þeirra með sama hætti að breyta henni. Viðmælendur, þið sem eruð kjósendur og viljið að við ykkur sé talað sem ábyrga fulltrúa almennings. Ég deili gremju og óþoli í garð sitjandi stjórnvalda og eftirlitsstofnana og stigi sitjandi ríkisstjórn ekki nein alvöru skref til að endurlýja framlínuna í lykilstofnunum og í eigin röðum og stigi ríkisstjórnin ekki betur til móts við bráðan vanda heimilanna, þá tekst henni ekki að sættast við okkur þennan almenning og ekki heldur við sitt nánasta bakland, að minnsta kosti ekki Samfylkingunni. Þá verður stutt í kosningar. Þyngjum þess vegna kröfuna á tiltekt í Seðlabankanum, á tiltekt í fjármálaeftirlitinu og endurnýjun í framlínu. En köllum umfram allt fram alvöru aðgerðir sem forða gjaldþrotum fjölskyldna og fyrirtækja en tryggja leið viðunandi jafnræði milli hópa og milli kynslóða á leið til betri tíma. Köllum fram skýra framtíðarsýn stjórnmálaflokka eða stofnum nýja, hvar sem við svo viljum skipa okkur í hóp þegar kemur á kosningum. Áfram Ísland! Góðir Íslendingar, þetta var Benedikt Sigurðarson, framkvæmdastjóri frá Akureyri. Ég ætla að biðja ykkur að gera mér einn greiða núna sem inn í salnum, sérstaklega þeir sem inn í salnum. Það stappað andirið af fólki og ég ætla að biðja ykkur að klappa sérstaklega fyrir því fólki því að það situr þetta fram í andiri og það bara æðislegt að skuli vera svona mikill stuðningur við þetta hjá okkur. Ég biðja ykkur bara afsökunar, við vissum ekki alveg það að við þyrftum svona stóran sal en það bara, við tökum Egilshöllina næst. En núna við erum komin á tíma og allt með þetta, en Margrét Pétursdóttir, verkakona, næst á mælendaskrá, gjörið þið svo vel. Ráðherrar, þingmenn og hávirðulega þjóð, gott kvöld. Traust, sannleikur og heiðarleiki eru eiginleikar sem okkur eru kenndir frá barnæsku.
Þessi grunnur helst fram á fullorðinsár hjá okkur flestum og gerir það að verkum að okkur tekst að búa saman án mikilla vandkvæða í samfélaginu. En við erum núna að kynnast karakterum sem ekki virðist hafa fengið þennan grunn. Og þeim er að kenna að traustið er brostið. Við erum vitni að því þegar seðlabankastjóri sýndi fréttamönnum og lítilsvirðingu að í stað þess að svara þeirra spurningum kaus hann frekar að klappa norskum skógarketti sem straukst við fætur hans. Ég hef kannski ekki miklar áhyggjur af þeirri dæmigerðu hegðun hans. Við ættum frekar að hafa áhyggjur af hinum norska skógarkettinum sem liggur í kjöltu seðlabankastjóra malandi undir strókum hans. Húsbónda hollusta hans nær út yfir allan þjófabálk. Geir, er ekki tími til kominn að hreinsa út úr seðlabankanum og víkja síðan sjálfur? Ríkisstjórnin og eftirlitsaðilar brugðust og þeir eiga allir að víkja. Forsætisráðherra sagði rétt áðan í umræðum á Alþingi og við hafði hinn föðurlega tón og benti þingheimi og reyndar þjóðinni allri á að við hefðum hér á landi sérstakt kosningakerfi þar sem kosið var á 4 ára fresti nema sérstakrar aðstæður kölluðu annað. Geir, nei, það hefur ekkert sérstakt gerst í samfélaginu síðustu vikur og mánuði, er það? Verkalýðsfélög eru enn rétt að ranka við sér úr einhverjum óskiljanlegum doða eins og fíklar. Líkt og VR sem finnst að félagsmenn geti sér sjálfur launakröfur sínar og farið í launaviðtal og hafa í stafni mann sem var svolítið mikið upptekinn við að vera í peningaleik. Þeim er að kenna verkalýðshreyfingunni að traustið er brostið. Fólkið sem hefur lægstu launin, enga atvinnu, engin völdin, fólkið sem vinnur lengstan daginn og hefur verstu heilsuna og eða hæstan aldurinn, er fólkið sem aldrei og alls ekki mátti svíkja eða taka frá traust. Kvundarseiturnar okkar sem lifa í sínum þrengingum, gerandi sitt allra besta, eiga það ekki skilið að lifa það að herða enn á ólinni. Þeirra er svo sannarlega ekki glæpurinn, þeirra vegna verður að fara í aðgerðir strax. Mér er samt sárast að sjá Alþingi lamað og lúið, því til þess ber ég sterkar tilfinningar og þess er sársaukin meiri og vantrausti líka. Það er vantraust á að lýðræðinu sé hollt að liggja til varðveislu hjá svo máttvana stofnun. Hjá fólki sem sýkt er af sjúkdóm kapitalismans og nýfrjálshyggju. Enginn er þar ósýktur. Jafnvel ekki flokkar í stjórnarandstöðu fyrirgefiði. Þó það fólk sé þó að berjast við sjúkdóminn er það engu að síður berar. Og því er spurning ef almenningur gerir þá kröfu hvort að stjórnarandstaðan sé líka tilbúin að víkja. Ég segi eins og góð kona nefndi hér daginn. Hvernig stendur á því að ef alþingismaður svínar á samstarfsmanni sínum verður hann að víkja en ekki ef hann svínar á heilli þjóð? Við eigum að fara strax í eignaupptöku hjá glæpamönnunum til að ná því litla sem eftir er, því nú þegar er slóðin að kólna. Við viljum ábyrgðarþóknunina sem bankastjórnir fengu verði skilað tilbaka tafarlaust. Við höfum ekki skattaleynd og ekki lengur launaleynd, því í ósköpunum er þá bankaleynd.
Hverju þarf eiginlega að leyna? Ekkert annað en efnahagslegt ofbeldi á sér stað í skjóli bankaleyndar eins og við erum að uppgötva akkúrat núna. Viljum við hafa gegnsæi í efnahag þjóðarinnar, þá skal bankaleyndin burt. Við getum samt ekki lengur leyft okkur þann hroka að taka ekki til okkar og nýta það sem aðrir hafa reynt. Samkvæmt því eigum við eftir að falla dýpra, fleiri sýkjast og þeir veiku verða veikari. Við eigum eftir að sjá og erum byrjuð að sjá hvar saumarnir bresta og í hvaða röð þeir fara. Þar sem þeir hafa verið veiki fyrir segir sig sjálft að þeir slitna sundur. Og þar getum við nefnt öryggi borgarana. Við höfum reynsluna frá öðrum löndum að það fyrsta sem fer í kreppunni eru mannréttindin. Við höfum ekki farið varhluta því að hér, vegna vöntunar á að ríkið okkar standi sig, hafa sprottið upp hinn ýmsu grasrótafélög sem berjast fyrir réttindum og vitundavakningu mannréttindi. Það er vel. Ráðamenn okkar hafa nefnilega haft takmarkaðan áhuga og má segja þá hafa verið þröngvaða til úrbóta. Ég get nefnt mannvonsku seðlabankastjóra sem þá var forsætisráðherra hér, sem taldi það af og frá að hér væri einhver fátækt. Fólk stæði í biðröðum hjálparskýla einungis vegna þess að þar var eitthvað ókeypis að fá. Eða sjálfur landsfaðirinn sem kom að ballinu og lét út úr sér við ungar konur í meðferð á byrginu og urðu þær þungaðar af völdum eins mesta sukkupata landsins, að þær hefðu nú orðið óléttar hvort þið er. Svona kemur faðir ekki fram við dætur lands. Hvernig ætli NATO-sérfræðingur forsætisráðherra tækli svona kvenfjandsamlega fortíð þess? Og alstaðar innan kerfi sem utan má enn finna fyrir mótlæti jafnréttis jafnvel nýji jólasveitnin niður á ASÍ hefur ekki tíma í svona kettlingavesen því hann er að riddarast inn í Evrópubandalagið. Svona svipað og Geir Hilmar sem segir ekki sér tími til að sinna jafnréttismálum því nú þurfa að hugað alvörumálum. Félagsmálaráðherra hættir við jafnréttisþing í ljósi aðstæðna. Ég veit að þið eru nú búin að vera ansi dugleg við að standa upp, en gerið smá gjörning með mér og standið á fætur, þið sem treystið ykkur til. Hreyfið ykkur aðeins, við erum búin að sitja svolítið svona. Takk, þið megið setjast. Takk fyrir. Svona auðvelt er það fyrir karl að standa upp úr valdastóli og láta af hendi til konu. Og konur, akkurat svona auðvelt er að setjast í hann. Höfum við virkilega efni á því að sniðganga annað kynið þegar kemur að ákvarðanatöku í hinu nýja Íslandi? Hafa konur verið að mennta sig og búa sig undir að vera jafngildir þáttakendur í samfélaginu til þess eins að vera settar á hliðarlínuna þegar kemur að því að byggja okkar samfélag? Nei. Og fjölmiðlar hafa liðið skort. Það hefur sést vel síðustu vikur hvað sárlega vantar fleiri konur í fjölmiðlana. Þar tala kallar við kalla um kalla. En nú er lag að breyta og kollvarpa þessu viðvarandi óréttlæti. Og við verðum að vera vakandi. Því það hefur sýnt sig og verið sett í skýrslur okkur til aflestrar og viðvörunar að í kreppum þá eykst ofbeldi. Ofbeldi gegn konum og börnum. Vændi eykst og konur verða yfirleitt sá hópur sem situr hvað lengst eftir þegar kemur að uppbyggingu atvinnuvegana að kreppu lokinni. Og ég er þess samt fullviss að nýtt og betra Ísland sé það sem við búum til saman. Ég sé það á því hver sterk réttlætiskennd fólksins er sem er tilbúið að mæta til mótmæla og borgarafunda og að láta til sín taka. Og það er gott að finna þá samkennd sem myndast hefur og mér líður vel með þjóðminni sem ég er að kynnast um þessa mundir. Þið eru bara flottust. Takk fyrir!
Þetta Margrét Pétursdóttir, verkakona, gjörið þið svo vel. Ég ætla enn og aftur að árétta núna að nú ætlum við að fara út í sal og við erum með á kantinum, held ég að Jónas eða ekki, þú ert nummer 1 eða ekki, Jónas minn, ertu ekki með eitthvað viðmælanda þarna sem ætlar að segja eitthvað og ég ætla að biðja núna það að því að við erum á svo stuttum tíma, við þurfum eiginlega að stytta ræðu eða sem sagt spurningatíman, allavega til að byrja með núna niður í 1,5 mínútu, svo gjörðu svo vel Jónas, byrjum bara á þessu. Ég ætla að biðja að skrifa niður spurningarna hérna ráðherrar, því að við tökum 3-4 spurningar í einu og svo leyfum ykkur að svara. Ég heiti Lilja Mósesdóttir og ég vil bara byrja að þakka skipuleggjendum og ykkur öllum hérna fyrir mjög skemmtilegan og góðan fund. En ég ætla að beina orðum mínum til viðskiptaráðherra sem nú ekki staddur á þessum fundi en kannski að háttvirtur utanríkisráðherra eða háttvirtur iðnaðarráðherra svari spurningunum. En smá inngangur. Fjármálakerfið og útrásarvíkingarnir þeir sáu til þess að hagnaður útrásarinnar var einkavæddur en skuldirnar ríkisvæddar. Og nú svo komið að bankarnir og flest fyrirtæki í okkar eigu. Og mikilvægasta verkefni fulltrúa þjóðarinnar eða ráðamanna að tryggja það að fyrir þessar eignir þjóðarinnar fáist viðunandi verð og að tryggja það að það lendi ekki allar á einni hendi eða fárramanna höndum. Og það nefnilega þannig að rannsóknir sýna að það sem að ríkir fákeppni eins og ríktur hér á landi að þar eru fjármálakreppu tíðar og þær kom ekki bara einu sinni heldur komaðar aftur og aftur. Þannig að spurning mín til ráðherra Samfylkingarinnar til hvaða aðgerða ætlar ríkisstjórnin að grípa til að koma í veg fyrir að eignir þjóðarinnar fari í hendurnar á örfáum einstaklingum. Og svo vil ég bæta annarri spurningu við, verður starfsfólki gert kleift að reka fyrirtæki sem í arðbærum rekstri en ekki fæst viðunandi verð fyrir og jafnframt til þess að koma í veg fyrir að of mikil fákeppni eða að eignir fari á of fáar hendur. Takk fyrir. Takk fyrir, ég ætla að biðja að halda þessari spurningu til haga. Þetta var beint til sem sagt utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra og þá erum við með hana Guðni hérna á kantinum. Gjör svo vel. Já, góð kvöldi, ég vil þakka þeir sem hafa mælt smárið hér og mér langar til að minna Össur á það að við tókumst í hendur hér á vinnustafafundi fyrir síðustu kosningar og við tókum loforð á hvor öðrum. Ég lofaði að kjósa þig og gerði það en ég ætla rétt að vona að þú munir hverju þú lofaði mér en ef þú gerir það ekki þá skal ég upplýsa þig það leið og Davíð upplýsa viðskiptaráð það sem hann veit. Seinni hlutinn þá til held ég Árna fjármálaráðherra og ég var að reynda komst ekki á fundudagi sem var í mínu sveinafélagi. Það var verið að ræða verðbólguna og ASÍ sem að helvítis verðbólguna fyrir ekki orðbæði. Já, ég sé það ekki aftur. En, sko, Benedikt komst vel inn á þetta áðan. En þetta á að kollvarpa öllu unga fólkinu okkar. Gjörsamlega steypa því í glötun. Þið skulle gera ykkur grein fyrir því. Sennilega núna fyrir áramót, þá koma, miðað við 18-20 milljón króna lán, þá koma 30.000 og ná aðborgun í viðbót sem þið losnið aldrei við. Þið þurfa að borga þetta fram í rauðan dauðan. Og ef að þetta ekki ósanngjarnt og það sé ekki hægt að spurningin svo, ég skal ekki trúa því að það sé ekki hægt að kippa þessari verðbólgu úr sambandi stundarsakir. Takk fyrir þetta kærlega. Við erum með eitt hérna uppi, númer 3 hérna fyrir ofan. Það Hilmar, gjörðu svo vel. Góða kvöldi, ég heiti Vésteinn. Ég fyrirverandi sjálfstæðismaður og ég ætla að biðja alla fyrirverandi sjálfstæðismenn að standa upp. Fara yfir það, Geir. Ég með spurningu til Ingibjargar Sólrúnar vegna þess að hún segir stundum
að það að afnema verðtrygginguna sé ekki hægt af því að það sé hagur heimilanna að hafa hana. Ég borgaði 180.000 krónur síðustu mánaðamót á íbúðarláninu mínu og það hækkaði um 600.000. Hvaða hagur er það fyrir mig að hafa þetta? Er þetta komið? Já. Og ein yfirbót, sem langar mig til að fá Þorgerði og Árna til að útskýra fyrir okkur hvernig þau geta talist vera hæf til að vera ríkisstjórn þegar maðurinn hennar og bróðir hans eru búin að vera að fá afskriftir skulda og sparnaður og eitthvað bla bla bla. Við hlustum ekki á þetta kjaftaði, sko. Er þetta komið? Takk fyrir þetta. Takk. Það taka eina spurningu hérna, það var það nummer 4. Friðrik, ert eitthvað startað með þetta? Já, gjör svo vel. Ég heiti Carlos Ferrer. Mér langar að spurja Ingibjörg og Geir, nú þegar þið hafið heyrt að hver einasti ræðumaður hefur beðið hreinsun á stjórnmálalega sviðinu, hvort að þið munuð næst þegar verið kosið bjóða flokkan ykkar opna til almenns prófkjörs vegna þess að það er mjög erfitt að taka þátt í lýðræði, fulltrúa lýðræði, þegar maður getur ekki kosið fulltrúana beint. Takk fyrir þetta. Þá ætlum við að snúa okkur að hérna stundum svörum. Þið munið tímaramen ykkar, þið hafið 2 mínútur til að svara og ég ætla að byrja hérna á Ingibjörgu Sólrúnu, gjör svo vel. Já, ég nú byrja á því að óska ykkur til hamingju með þennan glæsilega fund og hér hafa verið fluttar kraftmiklar ræður og við höfum fengið hér öflug skilaboð, við sem tilheyrum hinni svokölluðu, hvað sagði Þorvaldur, stjórnmálastétt og vissulega er það þannig að við sem erum í stjórnmálunum og hefur verið kosin til setu á Alþingi erum nú eitthvað að reyna að baksa við að taka ákvarðanir, en ef okkur er vikið til hliðar þá kemur væntanlega einhver önnur stjórnmálastétt í sögunar sem að þarf þá að fara í uppvaskið og tiltektina og eldamennskuna. Við skulum ekki vera með dónaskapina, ég er búinn að segja það, og ekki hrópa og köll. Ég fekk til spurningar frá Lilju Mósesdóttur, meðal annars það hvernig við ætlum að sjá til þess og til hvaða aðgerðir við ætlum að grípa þess að tryggja það að eignir þjóðarbúsins fari ekki í eigu fárra tiltekin aðila. Og þá gerir ég ráð fyrir því að hún sé að tala þær eigur sem að fara, eða sem bankarnir fara inn í bankana. Og það sem eitt af því sem við höfum verið með til sérstakra skoðunar, það er að stjórnvöld setji bönkum í eigu ríkisins, þessum 3 ríkisbönkum, skýrar og gagnsæjar starfsreglur, þar sem að gætt verði jafnræðis í fyrirgreiðslu við fyrirtæki og að reglurnar kveði skýrt á heimildir bankana til að grípa til aðgerða og þetta sé sem sagt gegnsætt og öllum ljóst, þannig að það sé hægt að tryggja það að það sé jafnræði í meðferð fyrirtækja hjá bönkunum. Þetta er eitt af því sem við höfum verið með til sérstakrar skoðunar, að það verði sem sagt settar skýrar verklagsreglur fyrir bankana þannig að það sé ljóst eftir hvaða reglum þau eiga að fara. Hún spurði hvort að starfsfólk gæti eignast hlut í fyrirtækjum, auðvitað er ekkert sem að kemur í veg fyrir það í sjálfu sér. Ég held að sé mjög mikilvægt ef við erum með lífvænleg fyrirtæki sem við trúum á að geti starfað til framtíðar, að þá sé hægt að reyna að tryggja það að þau geti starfað áfram þó að þau séu í ákveðinni skuldaþröng. Takk fyrir þetta, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þú verður bara átta tíman, við höfum hennan tíma og við þurfum svör, við þurfum ekki pólitískt tal. Þetta virkar nákvæmlega ekkert. Ég er að byggja ykkur enn og aftur. Við fengum fólk í heimsókn, trítum það eins og gestin okkar, sko. Þau eru komin hérna til að svara okkur og ég bygg ykkur bara að virða það. Ég er mjög hress með það. Ég bjóst ekki við þeim, sko. Össur, ætlar þú að svara þessu? Smári spurði mig spurningar. Ég sá hann alla. Ég þarf að horfast í augu við fólk til að þekkja það aftur. Ég viðurkenni það fúslega fyrir Smára að ég man þess vegna ekki hvað það var sem ég sagði við hann, en ég er með ráð við því. Ég tel að við eigum að fara saman, ég og hann, á skrifstofu seðlabankastjóra og láta hann segja okkur leyndarmálið. Og þá getur hann rifjað þetta upp fyrir mér leið. Takk fyrir þetta. Einar
var spurður, nei, býtu, hver var ekki? Árni var spurður, já. Gjörðu svo vel, Árni. Já, ég fekk nú það var svona eiginlega hálf spurning hjá Smára, en ég held að hann sé að spurja mig út í verðtryggingun og áhrif verðtryggingarinnar á þá sem að skulda. Það er auðvitað ekki neinum blöðum það að fletta og þið finnið það öll sjálf og það er nú stór hluti umræðarinnar að verðtryggingina hún er íþyngjandi, en hún er einnig grundvöllurinn fyrir því að það eru einhverjir tilbúin til þess að lána peninga undir þessum kringumstæðum og ég er hræddur að það er erfitt fyrir okkur ef að við myndum kippa henni úr sambandi því að þá myndi skerðast það fjármuni sem væru til ráðstöfunar í bönkunum og við þurfum á þeim að halda til þess að koma bæði einstaklingum og fyrirtækjum áleiðis út úr þeim vandræðum sem að staðan sem við erum í dag hefur komið þeim í. Smári, Já, síðan varandi spurningunum það hvort að ég væri vanhæfur vegna þess að það hefði afskrifað skuldir á bróður minn, að ég veit nú bara ekki til þess að það hefði verið afskrifað skuldum á hann og jafnvel þótt að svo væri að þá hefur það engin áhrif á mína stöðu. Takk fyrir þetta. Nei, Þorgerður Katrín, gjörðu svo vel. Já, þakkaði fyrir Gunnar og Hilmar fyrir spurninguna. Einhverju hluta vegna og ég vil byrja á því líka að óska ykkur til hamingju með þennan fund. Þetta er glæsilegu fundur og gott að finna þennan púls sem er hér. Einhverju hluta vegna að þá fannst mér ekkert erfitt að mæta á fund þar sem að maður stjórnaði fundurinn sitt í Gunnar og verið leiklistamenntar, en það er önnur saga. Aðeins út af þessu, það er rétt sem að það hefur engar skuldir verið afskrifaðar, ekki á Þorkels Óttar eða manni minn. En það sem að ég hef hins vegar búið í þannig samfélagi fram til þessa að ég hef allavega ekki búið í þannig samfélagi fram til þessa að það er fyrst skotið og síðan spurt. Þess vegna segi ég, það skiptir miklu máli fyrir alla og ég tek heilshugar undir með Þorvaldi Gylfasyni þar sem hann sagði uppgjör við fortíðina undan bragðalaust. Ég tek heilshugar undir þetta og við eigum ekki að dvelja við það lengur á þinginu, við eigum að koma strax, setjast að rannsókn, bæði með innlendum en líka erlendum sérfræðingum. Það skiptir máli að við lærum af fortíðinni til þess að við getum farið að byggja upp fyrir framtíðina og þá segi ég vil allt upp á borðið. Takk fyrir þetta. Geir, vilt þú segja eitthvað? Já, getur fundarmenn Carlos Ferrer beindi til mín þeirri spurningu hvort að ég væri til í að fara í opið prófkjör fyrir næstu kosningar. Skil ég það rétt? Var þetta spurningin? Svarið er já. Þá er það komið. Þá ætla ég að biðja Jónas, ertu númer 1 já, þú ert með eitthvað annað á kantinum, eða ekki? Gjörðu svo vel, það er einhver spurning. Góða kvöldið, Ísland. Ég heiti Ágúst. Ég ætla að koma með 2 spurningar til fjármálaráðherra. Það er í raun bara eina. Er mögulegt að þið setið á hátekjuskatt og fjármagnaða með, hækka persónuafslátt og fjármagnaða með hátekjuskatt? Er það mögulegt? Og ég hlustaði á þingið í dag, þar mátti ekki hlaupa frá björgunaraðgerðum og það mátti ekki fara í kosningabaráttu á aðvendu. Hvað er ekki hægt að bíða með kosningabaráttuna fram yfir áramót eða bara sleppinu og bara kjósa? Fólkið veit hvað það vill. Það er bara þannig. Takk fyrir. Takk fyrir þetta kærlega. Guðný, gjörðu svo vel. Ástarut heiti ég, Jónasdóttir. Takk fyrir fundinn. Flottur fundur. Það var svolítið gaman að sjá stjórnmálamenn að þeir eru svona eins og steinrunnirinn upp á sviði. Þetta er þjóðin og hérna er gjáin á milli ykkar. Svona er þið komið langt frá okkur. Ég ætla reyndar að beina spurning til Jóhunni þar sem hún er ekki, þá ætla ég að fá að spyrja Ingibjörgu Sólrúnu og þetta er svona hvort ef, og ég vil ekki fá að heyra pólitísku ræðina sem að Árni var með áðan, hvort er betra að þið aftengi verðtrygginguna eða ég skili inn lyklunum mínum og fullt á öðru fólki hérna í salnum til Íbúðalánasjóðs og förum á landi.
Takk fyrir þetta kærlega. Númer 3 erum við starfið uppi, Hilmar. Já, gjörðu svo vel. Það spyrjandi. Já, góða kvöldið. Ég heiti Sævar og ætla að beina þessari spurningu til BB, en þess mann er ekki mætt og þið eru öll mjög samheldin hópur. Átti bara að spyrja ykkur öll að eftir að við erum hætt að borga lánunum okkar en sitjum samt sem fastast fyrir í húsunum okkar, ætli að beita lögreglunum til þess að berja okkur og bera okkur út. Takk fyrir þetta. Og 4 hérna uppi. Friðrik. Já, ég heiti Þóra Guðmundsdóttir. Ég hefði nú viljað spyrja Björn Bjarnason. Hann sagði í tilefni af eggjakastinu sem hann fékk á bílinn sinn daginn að hann teldi þessar aðferðir ekki vænlega til árangurs. Nú er fólk búið að skrifa í blöð, það fer á fundi og meira segja svona værukær miðaldra kona eins og ég er farin að mæta á fund á mánudagskvöldi og þá er mikið sagt og fólk blokkar sér til óbóta og ég bara spyr hvað þarf til þess að þið skiljið þetta ákall frá fólkinu að við viljum ykkur burt? Takk fyrir þetta kærlega. Ég ætla taka einn hring í viðbót, Jónas, þú ert með, já, gjör svo vel. Ég heiti Hildur Halldóra Karlsdóttir og mér langar að spyrja ykkur af hverju finnst ykkur að við landsmenn eigum að treysta ykkur ennþá? Af hverju þið ekki búin að sjá sóma ykkar í að mynda þjóðstjórn eða allavega að taka einhverja aðra inn sem hafa ekki stýrt okkur í gjaldþrot? Takk fyrir þetta kærlega. Og þá erum við hérna á kantinum, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Jakobína heiti ég. Fréttir undanfarið hefur verið svona til þess fallnar að draga úr trausti mínu og annara á ríkisstjórninni og því fyrirkomulagi sem ríkir þar. Ég vil spyrja varðandi þrot bankana. Það kemur fram að það eru eignarhaldsfélög að leik, eigandi þeirra og sífellt meiri fréttir berast af því hvað er í gangi þar. Ég vil spyrja, hversu há voru framlög þessara eignarhaldsfélaga til stjórnmálaflokkana fyrir síðustu kosningar? Takk fyrir þetta, Jakobína. Númer 3. Halló, ég heiti Steinn Kári, 3 barna faðir úr Hafnarfirði og mér langar að spyrja Geir, af hverju er ekki hægt að kjósa núna og af hverju getur ekki svarað okkur eins og við séum meðalgreind? Af hverju þarf alltaf að svara okkur með einhverju þvaðri og rugli? Takk. Takk fyrir þetta kærlega. Það var númer 4. Friðrik, einhver starf uppi. Halló, Sigrún heiti ég og mér langar til að spyrja einnar spurningar og bara til þeirra sem máli varðar. Ég veit ekki alveg hver á að svara þessu. Af hverju voru ekki eignir útrásangsvíkinganna frystar? Takk kærlega fyrir þetta. Áður en ég hleyp ykkur að, þá langar við til að spyrja ykkur einnara spurningar eða tveggja sem að því að við þurfum að leggja fram pínluti fyrir ykkur. Þá langar við til að spyrja ykkur bara svona hvert á fætur öðru á komandi mánuðum erum við að tala gegnsætt og allt upp á borðinu. Geir? Bara já eða nei? Já, við erum að því. Ingibjörg? Já, það er rétt að vona. Og Þorgerður? Já. Árni? Já. Og þú verður? Vonandi. Auðvitað. Já, auðvitað. Að sjálfsögðum. Já, allt upp á borðinu og gegnsætt. Ok. Erum við ekki sammála um þetta hérna inni? Ok. Þá ætla ég að leggja fram hérna tillögu sem ég ætla að biðja ykkur um að samþykkja fyrir mig. Og hún hljóðar upp á það að við lýðræði felst meðal annars valdið í því að það liggur hjá fólkinu. Upplýsingar eru vald og með því að viðhalda strangli upplýsingaleynd síðustu vikur meina ríkisstjórn almenningi aðgang að valdinu. Þetta gengur svo langt að norskur hernaðarsérfræðingur þiggur nú laun frá ríkinu. Hvað má þessi norski hernaðarsérfræðingur vita sem við megum ekki? Hann er á launum hjá okkur við að fegra upplýsingar ofan í okkur eru það eðlileg vinnubrögð. Þetta er nummer 1. Upplýsingaleynd er ekki náttúrulögmál. Hún er ákvörðun tekin af ráðamönnum sem verið að verja vald sitt. Tími upplýsingaleyndar er liðinn. Af því að ráðherrar virðast eiga erfitt með að stíga út úr hefð upplýsingaleinda og þetta er allt saman trúnaðarmál og allt þetta eins og við erum búin að heyra svo oft áður.
þá ætla ég að leggja það til að við sem almenningur fáum vald til þess að kjósa 2 fulltrúa, áheyrnarfulltrúa í hverja einustu nefnd sem sett á laggirnar til þess að vinna í þessum málum. Og ég legg til að við fáum að kjósa 2 áheyrnarfulltrúa til þess að sitja á ríkisstjórnarfundum. Þeir eru bara blaðafulltrúar okkar. Þetta er tiltölulega einfalt í framkvæmd. Við getum sett upp lista á netinu og við getum kosið þetta, hverju fari í þessa nefnd. Þetta er bara spurning það, treystið okkur til þess að sitja við hliðina á okkur, treystið okkur til þess að leyfa okkur að vera með, treystið okkur til þess sem að við reynda treystum ykkur ekki. En það væri óalega gott ef þið myndu kenna okkur að treysta ykkur með því. Nú ætla ég að biðja ykkur að svara þessum spurningum sem að beint var til ykkar eldsnögt. Gjörðu svo vel, Geir. Aðeins út af þessum svokallaða norska hernaðarsérfræðingi. Það var nú engin slíkur í vinnu hjá mér. Ég er með norskan mann á mínum snærum sem er að hjálpa mér að glíma við erlenda blaðamenn. Það má vel vera að hann hafi einhvern tíma verið í norska hernum eins og flestir normenn, ég þekki það bara ekki. En þetta tal þennan ágæta mann er fjarstæðukennt, rugl, fyrirgefið því. Af hverju má ekki kjósa, spurði Steinn Kári. Ég tel að það væri mjög rangt að ganga til kosninga við núverandi aðstæður. Ekki bara vegna þess að við erum í miðjum björgunarleiðangur eins og við margtókum fram í þinginu. Við höfum gert samkomulag við okkar vina og bandalagsþjóðir og nágrannaþjóðir lánafyrirgreiðslu sem á að koma til skjalana í febrúar. Það kemur ekkert lán fyrir við erum búið með fyrsta áfangan í okkar samstarfsáætlun við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem fáir menn hérna inni þekkja betur heldur en fyrsti frumvarlandinn, prófessor Þorvaldur Gylfason sem vann hjá sjóðnum í mörg ár. Hann getur áreiðanlega staðfest mín orð það að sú áætlun er samin af fullum heilindum til þess að bæta hag þjóðarinnar en ekki leggja steina í okkar götu. En til þess að þetta geti gengið eftir, þá þarf vinnufrið í þjóðfélaginu. Þá þarf að vera hægt að fylgja þessari áætlun eftir og ef það á að stefna í kosningar núna miðað vetur, þá fer þetta allt í vaskinn, því miður. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Já, ég fékk held ég hérna 2 spurningar sem beinlínis var beint til mín. Ásta spurði hvort er betra að þið aftengið verðtrygginguna eða ég skili lyklunum. Ég vil leyfa mér að halda því fram að það sé hægt að koma til móts við Ástu og annað fólk í hennar sporum án þess beinlínis að aftengja verðtrygginguna þannig að hún þurfi ekki að skila lyklunum. Þóra spurði hvað þarf til að þið skiljið að við viljum ykkur burt. Ég skil alveg eftir að hafa heyrt í Þóru að hún vill mig og fleiri hér burt og ég skil það líka hjá ýmsum sem að sitja hér í salnum að þeir vilja okkur burt. En ég er ekki vissum að þeir sem eru hér í salnum geti endilega að tala fyrir þjóðina. Þeir séu endilega þess umkomnir að tala fyrir þjóðina. Er þetta komið? Já. Þetta er komið. Þetta er komið, takk. Þið hefur hvorum svarað spurningunni það hvort þið viljið ef okkur að vera áheyrnarfulltrúar hjá okkur. Þorgerður, herðu. Þú ert hluti af þjóðinni, já. Sestu, já, ok, við skulum ekki fara að vera með hróp og köll. Það er búið að banna, við skulum halda okkur við þetta hérna. Þorgerður. Gunnar, þú spurður 2 áheyrnarfulltrúar á ríkisstjórnarfundum. Ég nenni ekkert að vera að tala í kringum þetta, það bara er ekki hægt. Nei, en það er hins vegar ljóst, eftir að hafa hlustað ykkur tala og ýmsa fleiri núna á liðnu vikum, að það þarf að tala skýrar, það þarf að upplýsa betur og ég held að það sé fyrst og fremst það sem við þurfum núna að fara að gera, við þurfum að tala betur við ykkur, við þurfum að upplýsa fólk hvað við erum búin að gera og hvað við ætlum að gera. Við þurfum að tala skýrar, það hafi verið okkar mistök núna á nýliðnum dögum. Ok, takk fyrir þetta, en ég ætla bara eldsnögt að spyrja þetta af því ég er svona svolítið tossi. En hvað með nefndirnar? Akkur með við ekki hafa áheyrnarfulltrúa í þeim? Sem það á að fara að setja á stopp, til dæmis sem á að rannsaka bankan og allt þetta. Það er bara, þingi kemur og tekur til þess og við ræðum þetta núna vonandi í vikunni eins og ég sagði að ég vil ekkert að við dveljum lengi við þetta
og þingið kemur til með að taka afstöðu til þess og ég vonast til þess og tek undir eins og Þorvaldur sagði áðan, ég vonast til þess að fá líka erlenda sérfræðinga að því borði. Ok, takk fyrir þetta. Árni. Það út að vera ekki ómögulegt en eitt af erfiðustu verkefnunum sem við stöndum frammi fyrir núna það eru ríkisfjármálin. Þannig að það er ólíklegt að það verði mikið svigrúm ef nokkuð til þess að lækka einhverja skatta og hvað verður hátekjuskatta, hversu mikið þeir myndu gefa af sér er ekki heldur ljóst, en það er eins og ég segi ekkert ómögulegt í þessu, en þetta verður eitt af stóru verkefnunum og ef við ætlum að halda áfram því velferðar- og menntakerfi sem við erum með, þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að það kostar. Takk fyrir þetta. Ég ætla að biðja núna Össur, gjör svo vel. Svara þín spurningu. Já, varstu með ég man ekki hvort Nei, það var engin sérstök spurning sem var beint til mín ég veit ekki hvort að Sævar var að beina þetta til mín og hann spurði hvort að þegar menn hætti að borga þá eru lögreglunum beitt til að berja. Ég er þeirra skoðunar það sé þetta fráleitt að beita valdi gegn fólki sem er svo illa statt að það er að missa sitt húsnæði. Það sem að við höfum verið að segja og þið hafa kannski ekki öll tekið eftir er einmitt það að við erum að breyta lögum til dæmis gjaldþrot þannig að þau séu ekki jafn stíf og áður og við erum að breyta lögum líka þannig að ef að Ég veit ekki minna gjaldþrot að þú breytir lögum. Nei, ég hef Þetta er rátt hjá Gunnar. Nú skal fínt að þú við skulum ekki fara í pólitíska ræðu. Nei, Gunnar. Ég þarf ekki að vita þetta. Þú veist, ég get lesið þetta í dagblaðinu bara. Gunnar, ég á mínar 2 mínútur, það er lýðræðið. Já. Og það sem að við erum að gera er einmitt það að Gunnar hann verður ekki eins gjaldþrota ef hann lendir í því núna eins og áður. Annað, bara bíðið bara til, sjáuð bara til. Þið munið hvernig þetta var þegar menn urðu gjaldþrota hér áður fyrir. Þeir voru hundeltir af kerfinu, 10 ár, 12 ár, þeir gátu aldrei komið fótunum undir sig áður. Það er það sem við erum að breyta. Þeir sem ekki geta borgað af húsunum sínum, þeir sem að tapa því, hvað höfum við sagt um það? Við munum gera fólki kleift að búa þar áfram. Aðeins nefndinar, aðeins ríkisstjórnina og fulltrúan þar. Ég hef alltaf verið talsmaður beins lýðræðis. Ég hef lagt fram á Alþingi tillögur það og búum við ekki í nútímalegu samfélagi það sem eru fjarskipti. Þetta er sem að segja að nefndin geti komið til. Ég er að segja það að ég hef lagt fram tillögur það að það eigi að vera þjóðaratkvæðagreiðslur netið stórmál og smá. Það er að láta fólki ráða. Ok, takk. Herðu, ég á alveg þetta að hleypa þessum ráðherra hérna að. Þeir eru þetta að fá að tala alveg hérna á vinstri kantinum og þeir eru einhvern veginn hóvarari og svona og ég ætla bara að biðja áður en ég hleypi þeim að þá ætla ég að biðja Einar Már að koma upp með örstuta svona ádreifu til okkar eldsnögt. Þið verður bara fyrir ekki okkur, við erum á tíma en þeir fá að komast að þessi ráðherrar og eftir. Ágætu áheyrendur, Íslendingar og nærsveitamenn. Ég hef að undanförnu verið að tjá mig margfalt meiri lygasögu en ég hef nokkru sinni getað spunnið sem skáldskap. Já, hver er sá draugur sem hér ríður húsum? Vofa gengur ljósum logum samfélagið, vofa sársauka og reiði, vofa vonbrigða, atvinnumissis og fátæktar. Súpueldúsin svífa í loftinu. Það verður nóg að gera hjá mæðrastyrksnefnd fyrir jólin. Stjórnvöld eru margsaga og segja okkur ekki hvað er að gerast og auðmennirnir hafa sýnt okkur sitt rétta andlit. Eftirlitsstofnanir virka ekki. Nú eru valdhafarnir hræddir. Þetta sannar norski hernaðarráðgjafinn, fyrrverandi samstarfsmaður Bjarna Ármanns og spunameistari Glitnis. Vonandi er hann farinn af landinu og vonandi kemur hann aldrei aftur. Hann átt að kenna Geir Haarde að tala. Við getum alveg kennt þér að tala, Geir. Þú átt bara að segja satt. Ykkur í ríkisstjórninni væri nær að kalla Bjarna Ármannsson heim og láta hann skila því sem hann hefur hirt úr sjóðum með bellibrögðum.
og leiða honum það fyrir sjónir að öll þessi ofurlaun sem hann tók sér séu helber misskilningur. Segið við Bjarna, mannorð þitt verður ekki hreinsað nema þú skilir þessu. Segið þetta sama við hina auðmennina, þessa 30 sem veðsett hafa 300.000 manns. Það er ekki verið að veiða þá í nein net. Það er einungis verið að segja þeim að sæta ábyrgð. Stjórnvöld réttu þessum mönnum þjóðskrána og ábyrgðust heilt spilavíti, rússneska rúllettu og niðurstaðan er ónýtt mannorð heillar þjóðar. Og við sem áttum þó alltaf stoltið engin ábyrgur fyrir þessu. Já, þau eru mörg gullkornin sem detta út úr hagfræðingunum þessa dagana. Einn þeirra sér vonarglætu í því að brátt munu hinir fjársterku auðmenn flytja fé sitt heim og kaupa eigur okkar fyrir lítinn pening. Þegar fólk er orðið gjaldþrota, það er þetta sem auðmennirnir eru að bíða eftir og þetta á að framkvæma í skjóli ríkisstjórnarinnar. Þetta hefur gerst annar staðar í öðrum fjármálakreppum. Þetta eru skilyrðin sem verið er að skapa. Þetta er stefna frjálshyggjunnar til að styrkja ríkidæmi hinna ríku. Kreppan er þeirra verk. Þetta er voðaverkið sem auðmennirnir ætla að fremja í skjóli ríkisstjórnar Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur. Og það er þegar byrjað. Skuldug fyrirtækin renna skuldlaus aftur til fyrri eigenda. Það er smurt ofan í þá. Menn sem skulda 1000 milljarða leysa þetta til sín eins og að drekka vatn. Þetta er kerfið sem þau ætla að koma á svo allt geti haldist í gamla horfinu. Þess vegna er sama fólkið í sömu stöðunum, á sömu stöðunum. En við sitjum uppi með sumir segja 10 milljónir á mann, aðrir 20 milljónir. Hér eru heimildir misvísandi eins og í öllu öðrum. Við í þessum sal skuldum 20.000 milljónir og þessar skuldir eru fyrir utan húsnæðisskuldurnar, fjárrænið sem nú fer fram með falli krónunar, gjaldþrotin og atvinnumissinn. Það á ekkert að breytast nema að við eigum að þræla fyrir skuldunum sem þessir menn hafa hellt yfir okkur. Þetta kallar Ingibjörg Sólrún björgunaraðgerðir. Og hún segir að þetta verði 2 ár á galeiðu hennar og Geirs Haarde. Hvað er konan að tala? Ég segi eins og Bob Dylan, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Samningurinn við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn mun tryggja valdamestu aðildarþjóðum hans ódýran aðgang að auðlindum okkar. Og Vilhjálmur Egilsson er strax farinn að predika þessi sjónarmið, enda fyrrverandi starfsmaður sjóðsins og einn af höfundum gjafakvótakerfisins. Nei, það er ekki hægt að segja að Sjálfstæðisflokkurinn beri mikla ábyrgð, því auðmannapólitík hefur alltaf verið hans stefna, þó allir sannir sjálfstæðismenn séu ósammála henni. Við gerum ekki kröfur að Sjálfstæðisflokkurinn breyti neinu, en ég geri kröfur til ykkar jafnaðarmanna, til Samfylkingarinnar. Hættið að hengja hatt ykkar á aukaatriðin. Við skulum leyfa ykkur að kanna hvað kemur út úr ESB, en við viljum heyra hvort sett verð á auðlindagjald, orkugjald til stóriðju, hátekjuskattur. Nú eigum við kvótann
Hvað með að leigja hann út og leggja arðinn í þjóðarsjóð? Til að borga skuldir. Ef það er hægt að setja neyðarlög á bankana og rjúfa öll samskipti almennings við eigur sínar, af hverju er þá ekki hægt að setja lög á eignir auðmannanna sem viðskiptanefnd Alþingis telur ósnertanlegar? Slík lög eru ólög við þessar aðstæður. Þið eru búin að koma okkur ofan í slíkan drullupoll. Fyrsta skrefið í átt til hreingerningar er að þið látið ykkur hverfa. Þið getið reynt að koma aftur. Þið bjóðið ykkur bara fram og lýðræðið svarar hvar þið lendið. Ingibjörg Sólrún, leggst þú nú undir feld eins og Þorgeir ljósvetningagoði og settu hagsmuni fólksins í landinu ofar hagsmunum flokksins og ofar hagsmunum þínum. Legðu þessa ríkisstjórn niður eins og Þorgeir hafnaði heiðninni. Þorgeir ljósvetningagoði lét skynsemina ráða. Gerðu það einnig. Saknir þú Geirs, getið þið blótað frjálshyggjun á laun. En hvorki í heyrenda hljóði né heldur svo að meiri skaði hljótist af. Þetta er spurning hvort þjóðin velur sér stjórn eða stjórnin velur sér þjóð. Við erum ekki bara að berjast fyrir okkur, við erum að berjast fyrir börn okkar og barnabörn. Ef þið brjótið okkur á bakaftur með ofbeldi, munu afkomendur okkar að minnstakosti geta sagt: forfeður okkar og mæður reyndu. Einar Már Guðmundsson, takk fyrir kærlega. Ég ætla að gefa örstutt á vinstri kantinn hérna. Gjörðu svo vel, Þórunn. Ef þú vilt fá að segja. Nei, ég var einmitt að velta því fyrir mér hvort þetta var að taka tíman eða var ekki spurning sem var beint til mín beinlínis. Það hefur engin spurning komið til mín hingað, en þú talar það, Gunnar, áðan, að þú vildir að fundurinn yrði kurteis og þetta yrði heiðarlegt og þetta yrði skemmtilegt og þetta yrði ærlegt. Þetta er fínt, þetta er gott markmið. Ég held að þetta þurfi líka að vera raunverulegt, eins og hugmyndin tvo í ríkisstjórn, sem að þú myndi þá vera annar eða eitthvað svoleiðis, eða einhver myndi kjósa, það er því miður ekki raunverulegt. Nei, bíðið aðeins fyrir ekki, það var heldur ekki raunverulegt sem gerðist fyrir 6 vikum síðan hérna á Íslandi, eða fyrir 8 vikum síðan. Það átti enginn hérna á þessum kanti samkvæmt því sem ég best veit von á því. Þannig að það er ekkert hægt að segja svona, ef menn kom með einhverja nýjar hugmyndir, þá var bara að reyna að taka þær og nota þær. Gjörðu svo vel. Það var einhverjum sérstökum spurningum beint til mín sérstaklega, en það var hins vegar það voru 2 spurningar hérna sem að almenns eðli sem að félagar mínir höfðu ekki tíma til að svara. Önnur var þessi, hvort við vissum það hversu mikið eignarhaldsfélögin hefði borgað til stjórnmálaflokkana. Við breyttum lögunum fjármagn stjórnmálaflokkana, þannig að hámarkið sem að fyrirtæki geta greitt eru 400.000, þannig að við vitum það þá allavega, þau hafa ekki borgað meir en 400.000 kall á hvert flokk. Í öðru lagi var spurt að því, af hverju ættum við að treysta ykkur? Ég skal svara eins og þetta sem mál blasa við frá mínum bæjardyrum séð. Ég ætla að vísa í það sem Silja Bára sagði hérna áðan, þegar hún hvatti okkur til þess að við myndum muna það að við værum í vinnu fyrir ykkur. Þess vegna vil ég segja, þið eigið að treysta okkur vegna þess að við munum það að við erum í vinnu fyrir ykkur og við höfum verið að vinna í samræmi við það. Hér hefur til dæmis verið mikið rætt
Hér hefur til dæmis mikið verið rætt þann vanda sem stafar af verðtryggingunni. Og ég vil vekja sérstaklega athygli á því að það ekki vika liðin síðan að við gerðum mikla breytingar á lögum til þess að draga úr hennu neikvæðu áhrifum af verðtryggingunni. Þetta enn eitt dæmið það að við vitum það að við erum að vinna fyrir ykkur. Við skulum ekki vera að þessum gargi hérna maður, við erum í sjónvarpinu. Come on. Skulum bara vera að hafa gaman að þessu. Ég meina þeir eru hérna að svara okkur og hérna, ég ætla núna eldsnöggt, við þurfum að stytta tíma svakalega hérna. Við erum hérna með, við skulum fara hérna, við byrjum hérna á einum. Jónas, þú varst með eitthvað annað. Heil og sæl, takk fyrir að vera hérna fyrir mig. Mér langar að beina einni mjög skýrri, Kristinn Tómasson heiti ég, afsakið. Mér langar að beina mjög skýrri spurningu til Ingibjargar Sólrúnar og hún hlýtur að vita eitthvað sem ég veit ekki. Ég satt að segja treysti ekki þessu fólki lengur og spurningi snýst það, hvað veist þú sem ég veit ekki þegar þú ætlar að hlaupa undir pilsfald Evrópusambandsins, hvernig ætlar að ná verðtryggingunni inn í þetta dæmi? Ég skil það ekki, ég vil fá skýr svör við því. Takk fyrir þetta. Við erum hérna númer 2, gjörðu svo vel, eldsnöggt, við erum að stytta tíma núna, gjörðu svo vel. Já, komið svo vel, Magnús heiti ég, gaman að kynnast ykkur og velkomin. Það búið að tala mikið það að ríkisstjórnin get ekki farið frá vegna þess að það sé allt í kalda koli. Við erum með hámennta fólk hérna og það eins og Vilmund, Þorvald Gylfason og hans líka allt þjóðfélag sem geta tekið við fram á vor þangað til í kjósum. Aðeins til Ingibjargar hérna, af því hún sagði það að við værum ekki talsmenn þjóðarinnar. Ætli við séum ekki svona 1500 manns hérna. Þið eru bara 63. Já. Takk. Og valdið okkar hérna núna, athugið það. Ok, það var engin spurning í þessu. Númer 3, Hilmar. Góða kvöldið, ég heiti Hermann Arnar. Það sem ég langaði að sjá og Einar talaði áðan, að ég mjög sorgmættur yfir stöðu þjóðarinnar minnar en það sem ég finnst ennþá sorgleira að horfa á þessa alþingismenn, takk fyrir að koma, að samkvæmt öllu þá vinni þið í okkur en það hefur enginn séð ástæðu til að biðjast afsökunar. Það bara hann. Takk fyrir þetta kærlega. Númer 4, Friðrik, einhvers staðar á kantinum. Já, gott kvöld, Ninja heiti ég. Með fyllstu virðingu fyrir ykkur sem persónur að þá bara treysti ég ykkur ekki lengur og mig langar að vita hversu margir þurfa að mótmæla eða hversu mörgum undirskriftum þarf ég að safna persónulega og rétt ykkur til þess að þið segið af ykkur. Takk fyrir þetta. Svo erum við konið með það spurningar sem við getum svarað. Ég ætla að byggja ykkur að hérna fyrir mig núna eldsnögt að því hann situr hérna á kantinum, hann Hörður Torfason, ég ætla að byggja að klappa fyrir honum, hann búinn að halda mótmælum í gangi. Ég veit hann hann hérna. Og hann ætlar að segja hérna örstutt bara. Það gengur dálítið fram að mér hvernig ráðamenn þjóðarinnar svara sem sitja hér. Ég ætla að byggja ykkur eitt. Á venjulegum fundum oft borin upp tillaga. Ég ætla að bera upp tillögu hérna. Og ég ætla að fá handauppréttingu. Viljum við kosningar? Samþykkt. Takk. Munið þið útifundin á laugadaginn klukkan 3 á Austurvelli. Verum tvisvarsinnum fleiri. Ok, takk fyrir þetta. Ég ætla að gæta lýðræðis hér og spyrja hverjir vilja ekki kosningar. Það fólk, ég meina, það lýðræði í landinu, hvað að hlæja því? Það ekkert grín. Herðu, ég ætla að byggja nú ætla ég að stytta tíman á okkur, bara eina mínútu hérna. Þórunn, þú ætlaðir að fá að segja eitthvað eldsnögt. Ég ætlaði bara, eldsnögt vegna þess að Jakobína spurði framlög til flokkana. Ég kann ekki þess að tölur en reikningar Samfylkingarinnar liggja fyrir og þá má fá að skoða hjá framkvæmdastjóra flokksins upp á Hallveigarstíg. Bara meðan ég man, eitt orð við Einar Má, það þarf ekki alþjóðagjaldeyrissjóðinn til þess að fara illa með auðlindir á Íslandi. Við höfum hingað til verið fullfærum það sjálf. Takk fyrir það. Þá ætlum ég að byrja hérna á Össuri. Þið fáið bara núna mínútu til þess að svara
og segja það sem þið viljið segja. Ég þarf miklu minna. Magnús var hérna með tillögum að Þorvaldur eru gerður á ráðherra, Þorvaldur Gylfason. Ég með aðra miklu betri tillögu. Ég hef alltaf viljað hann sem seðlabankastjóra. Takk fyrir það. Árni, gjörðu svo vel. Það var engin spurning til mín í þessari umferð, en ég vil bara þakka ykkur fyrir í kvöld. Takk. Takk. Þorgerður. Já, sama hér. Ég vil þakka fyrir góðan fund. Takk og gangi ykkur vel. Það var snúið okkur að Ingibjörg og ég hafa beðin árétta spurning í sambandi við verðtryggingu sem barst þarna efst uppi í sambandi við. Til mín? Já, þá er ég með 3 spurningar. Hvað fæ ég langa tíma? Þú fær bara, þann tíma sem þú þarft til að svara 3 spurningum. Fæ kvótan hérna. Það var spurt verðtrygginguna, segi. Var ég ekki búin að svara verðtryggingu spurninguna? Já, ég hef aldrei haldið því fram að almenn verðtrygging væri hagur heimilanna. Ég hef hins vegar bent á það að ef við afnemum verðtrygginguna þá getur það komið mjög illa við lífeyrisþegana sem að eiga lífeyrissjóðun. Lífeyrissjóðunir eru þetta bara fólkið sem í lífeyrissjóðunum eru og það er það sem ég hef bent á. Varðandi Evrópu, Kristinn Torfason spurði hvað veist þú sem ég veit ekki og vísa í verðtrygginguna á Evrópusambandið. Það sem ég veit bara er að verðtryggingin er órofa tengd íslensku krónunni. Og ef við tökum upp evruna þá losnum við væntanlega við verðtrygginguna leið. Ég var líka spurð að því hvort að hópurinn hér væri ekki talsmaður þjóðarinnar. Við sem erum hér inni, hvert og eitt, við getum talað fyrir okkur sjálf. Ekkert okkar hér inni, ekki ég, ekki hver og eitt hér inni, getur talað í umboði þjóðarinnar, við getum bara talað fyrir okkur sjálf. Ok, er þetta komið hjá þér? Já. Takk fyrir þetta, Geir, gjörðu svo vel. Ég vil þakka fundamönnum fyrir hreinskilin orðaskipti hér á þessum fundi í kvöld. Takk fyrir mig. Ok, við erum ekki alveg búin, við erum eftir eitthvað. Það er ekkert hérna á kantinum, þá ætlum ég að leyfa hérna. Ég á hérna 3 mínútur til skiptana. Ég ætla að byrja hérna á númer 1. Jónas, veistu með eitthvað annað sem vil segja eitthvað? Já, Halla heiti ég. Ég ætla að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra, Þorgerði Katrínu. Það voru birt í Laugardalsblaði Moggans voru birt ummæli sem þú sagðir í sjónvarpinu 25. júlí 2008 og ég ætla að fá að lesa þau. Mér finnst þetta makalaus ummæli hjá svona virtum fjárfestingarbanka og það hvarflaði að mér tíma hvað annarlegu sjónarmið búa þarna að baki því þetta á ekki við nein rök að styðjast. Ég spyr líka sem menntamálaráðherra hvort þessi maður, Richard Thomas hjá Merrill Lynch, þurfi ekki á endurmenntun að halda. Og ég spyr, þarf ekki menntamálaráðherra sem byggði Richard Thomas sem Merrill Lynch að fá endurmenntun nýrri vinnu að halda. Gjörðu svo vel. Þorgerður. Það er gott hjá þér að minnast á þetta. Ég held miklu frekar ég skulda honum afsökun því að þetta undirstrikar bara það sem meðan Gunnar sagði að maður var algjörlega grunnlaus það að þetta myndi fara svona ótrúlegir atburðir myndi gerast. Ég trúði því að íslenska bankakerfi væri sterkt, þannig að ég í rauninni hann á inni hjá mér afsökun. Ok, takk fyrir þetta. Númer 2, tekum þar á kantinum hann á spurningu. Og höldi Jónína Benedikt ég. Mér langar að beina orðum mínu til iðnaðarráðherra, háttvirts. Þannig er að útrásinn, og þú veist ykkur stuðningsmaður hennar, orkuútrásinnar, að Glitnir tók fyrir nokkrum misserum 2 milljarða króna lán. Glitnir í New York. Veit iðnaðarráðherra að það er búið að afhenda örfáum Glitni í New York og Glitnir í New York er komið nýtt nafn sem tengist Íslandi og augljóst að starfsmenn Glitnis í New York hafa ekki hugmynd það hver á bankan en ég hef það frá áreiðanlegum heimildum að þeir hafa ekki keypt hann, þeir fengan iðnaðarráðherra og eru skuldirnar settar á okkur þjóðina eða fylgdu skuldirnar með í gjöf Glitnis til þessara fáu starfsmanna Glitnis. Takk fyrir þetta. Háttvirtur iðnaðarráðherra. Já, það er spurt ákveðin atburð sem að Jónína er að greina okkur hérna frá. Nei, svaraði nei, ég hef aldrei heyrt þetta. Ok, en hefur við ekki að skoða þetta? Jú, skoða þetta. Kíkjum á þetta. Ég ætla að byrja þetta, það er númer 3. Það er einhvers staðar, ertu með eitthvað annað? Eldsnöggt núna, við erum á tíma. Kvöldi, Þórður Ingi heiti ég. Þorgerður Katrín var að segja að bjóst engi við þessu. Þorvaldur Gylfason er búinn að vara við þessu mörg ár. Hvernig stendur að þið að segja að það enginn búist við þessu? Ég get alveg svarað þessu fyrir þau, held ég. Þetta heitir að hlusta ekki.
En hérna, nummer 4, einn eldsnöggur, Friðrik, einhvers staðar hérna á kantinum, nummer 4. Já, hérna, gjör svo vel. Halló. Já, byrjum á þessari, þú kemst að þetta. Sælverið, ég heiti Sigríður Jónsdóttir. Mér langar að spyrja Geir og Ingibjörgu. Teljið þið ykkur bera einhverja ábyrgð á því sem gerðist og ef svo í hverju felst hún? Geir, ertu til í að svara þessu og Ingibjörg, eldsnögg bara. Ég vil byrja á því að segja það fyrst að það því miður ekki hægt að biðja þennan mann hjá Merrill Lynch afsökunar því að Merrill Lynch fór á hausinn í millitíðinni en var gripinn í fallinu af bandarískum yfirvöldum. Auðvitað bera allir einhverja ábyrgð í þessu máli. En við munum setja á laggirnar sérstaklega rannsóknarnefnd sem mun komast að því nákvæmlega hver ber hvaða ábyrgð. Hver ber hvaða ábyrgð í þessu máli, aðdragandi málsins, orsakið þess sem gerðist, hvað fór úrskeiðis. Við munum bara komast að því. Hvort sem fundarmönnum hér í kvöld líkar það betur eða verð. Við munum komast að því. Fyrirgefðu Geir, má ég spyrja það til, þú segir alltaf að það ber allir ábyrgð, þú varst spurður hvort að þú berðir ábyrgð. Ég mun ekki skorast undan minni ábyrgð þegar þessi skýrsla kemur fram. Það er alveg af og frá. Takk fyrir það. Ingibjörg. Já, ég get bara svara því. Ég ber eflaust einhverja ábyrgð í þessu máli og kannski er höfuðábyrgðin sú að hafi ekki gengið harðar eftir því að það væri byggðar hér upp öflugar varnir fyrir íslenska fjármálakerfið á þeim 16 mánuðum sem ég var í ríkisstjórn. Herðu, jæja, ég verði eiginlega að fara að ljúka þessu núna. Við erum að koma á tíma. Já, það er ein spurning, eldsnögt, gjör svo vel. Góða kvöldi, þetta er Snærós Sindradóttir. Spurning til Ingibjargar. Í dag sagðir þú í ræðu á Alþingi, ég vissi þetta vissum við öll í febrúar. Fyrirgefðu, er það ekki vanhæf ríkisstjórn sem veit svona en bregst ekki við? Ingibjörg, gjör svo vel. Já, það sem ég var að vísa til í dag, sem að þú hefðir líka heyrt ef að þú hefðir hlustað, var það að það er búið að vera stanslaus umræða á Íslandi allt þetta ár, frá því í febrúar, fjármálakerfið okkar og þá hættu sem því stafaði af því hvað það væri orðið stórt með við hagkerfið og hættuna sem stafaði hugsanlega af áhlaupi á bankakerfið okkar. Þetta er búið að vera umræðan og það hefur verið spurt í fjölmiðlum, látlaust og linnulaust frá því í febrúar, hvenær kemur stóra lánið til þess að búa til varnirnar fyrir bankakerfið. Þetta er búið að vera umræðan, þetta vissum við öll þessa umræðu. Hún átti ekki að koma eins og truma úr heiðskíru lofti, ekki fyrir neitt. Kurteis, takk fyrir þetta. Ég ætla að ítreka eitt hérna. Það er í sambandi við af því að þeir virðast alltaf að segja nei við tillögunum minni þegar við fáum áheyrnarfulltrúa. Þá spyr ég, ef við ekki halda eitt svona fund í mánuð þar sem að ríkisstjórnin kemur og talar við okkur? Það getur alltaf verið hræðilegt eða ólöglegt. Ok, gjör svo. Já, ef við að svara þeirri spurningu. Hver getur svarað því? Fjármálaráðherra svara því, takk, gjörðu svo vel. Slíka gerninga gilda ákveðin lög og ákveðnar reglur, samkvæmt reglum réttarríkisins og fram að þessu hefur ekki verið hægt að sýna fram á það séu forsöndu til þess að beita þessum lögum og reglum. Við viljum ekki víkja frá réttarríkinu og við megum ekki falla í sömu gryfjuna og Bretar féllu í þegar þeir fristu eigur Landsbankans. Það er komið fram frumvarp, segja Vinstri grænir þetta mál. Já, það er komið fram frumvarp. Herðu, ok, við þurfum að fara að ljúka þessu, ég þarf að koma hérna nokkru hlutum áður. Númer 1, 2 og 3, þá þarf ég að koma því fram að það voru nokkri sem að boðuðu förföll og voru annar staðar. Það var Gunnar Svavarsson, Árni Þór Sigfússon, Björn Bjarnason, Atli Gíslason og Katrín Júlíusdóttir erlendis. Steingrímur eru að fundi í Borgarbyggð og erlend skramboðaði forföll. Björgvin Sigurðsson erlendis, Björn Bjarnason sagðist bara ekki komast. Það var sprungið á löggubílum eða eitthvað, ég veit það ekki. Hann er að æfa lögreglukúrið, þeir háttvistur riðmaður á þeirra, best að vera svolítið merkilegur í þessu. Björgvin sendur okkur kæra kveðju frá útlöndum, hann er þar í staðgengill Ingibjörgar Sólrúnar, þannig að hún er bara staðgengill hans ég er. En mér langar til þess að eldsnögt... Ég vil að koma eina tillögu. Við skulum bara hætta að hlusta á Davíð. Það er lang einfaldasta lausnin á því máli. Hættum að hlusta á Davíð
Við leifum honum bara að vera þarna og svo bara talar hann og það hlustar enginn á hann. Það er einfaldasta atriðið sem hægt er að gera. Ég nenni ekki að pæli því hvar Davíð er. Heyrðu, ok, við skulum ekki ræða þetta, þið verðið að spyrja hann að því. Við þurfum að klára hann að fund hérna. Mér langar... Þú ert nú ekki eins fallegur á Jóhann og samt. En það er önnur saga. Við þurfum að klára hann að fund. Við skulum ekki vera að þessu. Við erum með sjónvarp hérna á fullu gasi. Allt í gangi og mikið að gerast og fréttir þurfa að komast í loftið. Mér langar til þess að nota aðstöðu mína að því að við erum með þessa borgararhreyfingu. Við verðum næst hér í háskólabíóleika aftur með svona fund 8. desember. Og þá ætlum við auðvitað að bjóða ríkisstjórnina og alþingismönnum að mæta, en við ætlum jafnframt að biðja forkálfa verkalýðshreyfinga og lífeyrissjóða að koma hérna og sitja fyrir svörum. Og mér finnst alveg ástæði til þess að fá að ræða við þá að háu herra. En ég skora samt á ríkisstjórn og alþingismenn að mæta, en það fá þeir boðskort líka. Síðan erum við að leita okkur á húsnæði í Reykjavík einhvers staðar, þar sem við getum búið til miðstöð fyrir okkur, þar sem við getum hist og rætt saman og gerir minni fundi. Ég fann ágætis húsnæðum daginn, en mér var neitað um það á þeim forsetum að það væri í eign ríkisins og það er engin mjög glaður með það ef við verðum þar að mótmæla ríkinu í eign ríkisins. En við kannski reynum að fá einhvern hérna í ríkisegnamennina til þess að vinna í þessu máli fyrir okkur. En ég ætla að auglýsa eftir því ef einhver er með svona húsnæði sem það þarf ekki að nota næstu 2-3 mánuði, þá væri það vel þegið. Þetta var nú gott. Það má alveg hvílíka á því, mikið bara ekkert við. En ok, ég ætla að ljúka þessu fundi hérna á faglegum nótum. Ég þakka kærlega fyrir komuna. Þið eru bara ekkert annað en æðislega. Ég vil þakka þeim sérstaklega sem eru hérna fram í sal. Og ég vil bara þakka þessu fólki sérstaklega fyrir að koma og ég vil að þið gefið þeim gott klapp fyrir það. Þau komu. Og ég ætla að benda það, bara við skulum sitja hérna saman, er skref fram á við. Nú skulum við fara í það að brúa bil, beggja. Ég ætla að minna á föturnar hérna. Ég er nefnilega öðruvísi lendi ég þurfa að borga fyrir salinn. Nefn að Geir ætla að lána mig fyrir það með að hæstu til fjármálaráðherra, ég veit það ekki. Ég ætla að minna ykkur á föturnar, ég ætla að minna ykkur á það að vera bara góði hvort annað eins og Geir sagði. Þakka kærlega fyrir hana góða fund og takk fyrir mig. Kristinn út úr flokknum. Nú kvætti hann sig á.